Komið sæl og velkomin í Spursmál þennan ágæta dag, 5. september. Það eru spennandi tímar framundan, ekki síst á Laugardalsvelli í kvöld þegar íslenska karlalandsliðið mætir Azerbaijan í spennandi leik og við óskum okkar mönnum góðs gengis í þeirri hörðu baráttu, vonandi að veðrið hjálpa okkur frekar en hitt. En pólitíkin komast í fullan gang og við munum nú eitthvað drepa á þeim málum hér síðar í þættinum. En mér langar til að nefna í því sambandi að við fórum hér inn í sumarið í baráttunni þessi veiðigjöld í þinginu og þá var ljóst að fyrirtækin í kringum landið, sjávarútvegsfyrirtækin, þau voru að vara við hvaða afleiðingar þessi aukna skattheimta myndi hafa. Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum eitt af öflugri fyrirtækjunum á þessu sviði. Þeir munu núna komandi áramót fá auka reikning upp á 850 milljónir króna vegna þessara lagabreitinga. Fyrirtækið hefur í tíma eins og fyrirtæki reyna brugðist við og sagt upp 50 starfsmönnum í fiskvinnslu og maður sem bendir til þess að fiskvinnsla mun í auknum mæli færast frá Íslandi og til annarra landa í hagræðingarskyni. Fjármálaráðherrann, hagfræðiprófessorinn, hann vill meina að þessi aukna gjaldtaka ríkisins hafi engin áhrif á fyrirtækið og því séu þessar uppsagnir í raun og veru af allt öðrum toga spunnar heldur en í tengslum við gjaldtöku ríkisins. Þetta allt hið undarlegasta mál og maður velti fyrir sér hvað menn að fara þegar þeir láta svona út úr sér. Og við sjáum þessi áhrif koma fram víðar og reyndar munu þau áhrif halda áfram að koma fram. SR vélarverkstað á Siglufirði sagði upp öllum 12 starfsmönnum sínum fyrir skemmstu. Og hver var skýringin? Jú, mikill samdráttur í verkefnum á vegum sjávarútvegsins. Sjávarútvegurinn að hagræða og draga saman seglin eins mikið hann getur út af þessari stórfelldu auknu gjaldtöku. 12 starfsmenn eða stöðugildi á Siglufirði, það jafngildir því að 1400 manns myndu missa vinnuna í einum vettvangi hér í Reykjavík. Við munum það þegar að WOW féll 2019 að þá mistu 1100 manns vinnuna og það þótti gríðarlegt reiðarslag fyrir allt íslenskt hagkerfi. Það eru miklir og stórir atburður að gerast í tengslum við þessa gjaldtöku og vonandi fáum við hér á næstu vikum tækifæri til að ræða það frekar. Það var búið að vara við þessu. Og það meira af vettvangi stjórnmálana. Kristrún Frostadóttir, hún að boða nýja atvinnustefnu. Hún hefur skipað öflugan starfshóp fólks, bæði Íslendinga og útlendinga til þess að teikna upp þá mynd. Við ætlum að ræða þau mál hér aðeins í þættinum á eftir, en á næstu vikum munum við eflaust drepa meira á því, meira það síðar. Svo langar við til að nefna stöðuna í borginni. Hér upp við Höfðabakka eru miklar umferðartafir vegna þess að enn eitt dæmið lítur dagsins ljós. Það sem borgaryfirvöld að þrengja að akandi umferð. Alveg frá, ég veit ekki, árinu 2000 hafa menn verið að stíga skref í þessa átt að þrengja að einkabílnum í því skyni að þvinga fólk í strætóa. Og nú á að ganga enn lengri í þeim efnum í aðdraganda þess að borgarlínan verður sett á laggirnar. Þetta eru því miður mörg dæmi og þeim mun fara fjölgandi eins og ég segi og þetta eru allt dæmi það sem að yfirvöld að reyna að þvinga fólk til að lifa lífi sínu með öðrum hætti en það sjálf kýs. Nýjasta dæmið sem við fengum að þessu þegar að viðreisnarhópurinn í borgarstjórn, hinn svokallaði frjálslyndi flokkur á Íslandi, boðar það að borgin ætli núna að fara að skipuleggja eða fullskipuleggja og hanna heilu lóðirnar í borgarlandinu til þess að láta verktaka vita hvernig íbúðir borgin telur að þörf sé á innan borgarlandsins. Þórdís Lóa hennar fólk telur sem sagt að það séu stjórnmálamenn sem að séu betur í stakk búnir til þess að ákveða hvernig íbúðir verktakar byggja. Að verktakarnir vita ekki sjálfur hvað markaðurinn að kalla eftir. Þau segja einfaldlega að verktakar hafi verið að byggja of mikið af dýrum íbúðum sem fólk hafi ekki efni á. En þarna borgarstjórnarmeirihlutin reyndar að reyna að stoppa í gat sem hann hefur sjálfur búið til. Af hverju eru verktakarnir að reisa þessar dýru íbúðir fremur heldur en hagkvæmt húsnæði? Það vegna þéttingarstefnu. Þeir hafa ekki fengið lóðir á viðráðanlegu verði. Það verða að hækka gjöld á verktakana og að lokum kaupendur í gríð og erg, gatnagerðagjöld, skipulagsgjöld, innviðagjöld og hvað þetta allt heitir. Ef að borgin myndi einfaldlega reyna að draga úr gjaldtökunni, auka framboð á lóðum, þá myndi þessi markaður loksins ná sér og jafna sig. Hann mun ekki gera það með enn einni pólitískri íhlutun af þessu tagi. Veðurstofureiturinn annað dæmi. Þar verið að reisa, eða á að fara að reisa stóra byggð, rétt eins og upp í Keldnalandinu. Og hvað á að gera þar? Það var að banna verktökum að setja bílastæðahús í húsin
og það verður lítið stæði í þessu hverfum líka. Á Veðurstofureitnum svokallaða, það verður eitt bílastæðahús í jaðri byggðarinnar og fatlaðir hafa meðal annars bent á það að aðgengi þeirra að þessu heila hverfi verði mjög skert. Hér held ég að menn séu ekki að hugsa hlutina alveg til enda og ég held að borgin ætti ekki að banna fólki að reisa bílastæðahús undir húsunum sínum. Ef að fólk vill hafa bílastæði undir þeim, þá á það að hafa val það. Kannski fáum við tækifæri til að ræða þetta við borgarstjórann. Hún mætir einhvern tíma hér í settið áður en að kjörtímabilið líður undir lok. Þetta sé 16. maí sem við göngum til sveitarstjórnarkosningum land allt. En nóg þetta. Hér eftir skamma stund fæ ég til mín þau Andreu Róbertsdóttur frá Félagi kvenna í atvinnulífinu og Einar Þorsteinsson sem að fer fyrir Framsóknarflokknum í borginni. Áður en við ræðum þau, ætlum við hins vegar að heyra hvað hún Ásthildur Hannesdóttir, kollegi minn, hefur að segja stöðun í pólitíkinni þegar við horfum á samfélagsmiðlana. Þvílík rússíbana reið þessi vika. Kræst! Hún byrjaði á því að ísdrottningin Guðrún Hafsteins hélt margra mánaða tiltekt sinni í Valhöll áframgangandi. Þetta tiltektaræði, það ætla bara ekki að renna af henni, sem nú kannski alveg skiljanlegt því að þetta náttúrulega bara eins og að gera upp eitthvað dánabú. En síðastliðna helgi hendi ísdrottningin Hildi Sverrisdóttur upp á kerru og skuttlaði út í gám og sorpu eins og gamla götótta leysibóstölum hans afa og svo bara allt í einu daginn eftir bara tada, svift hún hulunni af nýjum feng fyrir Sjálfstæðisflokkinn eins og ekkert væri. Því líka reiðarslægið fyrir íhaldið. Veistu hvað þá erfitt með breytingar eða? Litla áfallastreitan. Talandi rússíbanareið, þverpólitíski kvartettinn Diljá Mist, Dagbjört Hákonar, Pavel og Simmi-Dabbi fóru í alvöru rússíbanareið, í skemmtigarði og þá ég ekki að tala skemmtigarðin Alþingi heldur Tivoli í útlöndum. Já, það ungt að leiku sér. Baða sig svoleiðis í rósum á kostnað skattgreiðanda, auðvitað, en við kunnum að samklæðast. Það bara eitthvað svo gaman hjá þeim, þessum dúllum. Við skulum bara leyfa þeim að njóta. Dokka Gunn var stödd í Köpen á dögunum þar sem hún gekk á einhvern Evrópusambandsríkja fund. Surprise! Hún náttúrulega með þetta ESB-dæmi á heilanum. Þetta hlýtur að vera eitthvað svona þráhyggjusyndróm sem einhver góður þerapisti þyrfti að fara að meðhöndla áður en þetta endar með ósköpum. Tokka var allavega mega cute á þessum fundi og klæddi sig í stíl við auglýsingamyndavegginn. Ekkert eðla smart move hjá henni. Langt flottist á þessari mynd. Og svo postaði hún líka rándýri valkyrjumynd á Instagram í vikunni og maður bara, wow! Kjúklingahúð fyrir allan peningin. Krafturinn á þessari mynd áþreifanlegur. Eða þú veist. Kay Frost segist allavega að vera búin að reima á sér skóna og ráðast í haustverkin. Hún segist vera í sama tiltektastöðinu og ísdrottningin, þannig við skulum bara bíða og sjá hvaða verður sem að færa að fljóta með í næstu sorpuferð. Vonandi munum við samt sjá fleiri svona sjálfufæslur frá forsætisráðherra. Það gleymist nefnilega oft hvað hún er ung og hipp og cool. Selfie queen, auðvitað á maður að nota þokkan sinn. Verð sem Zelenski lítur upp til hennar. Sjálfur kóngurinn Pavel Bartosek þyrfti nú kannski að taka Kay Frost í smá kennslustund. Hann er náttúrulega frömuður á þessu sviði og löngu búinn að stúdera þessa jöfnu. Það virkar að taka krútlegar sjálfur. Þær bræða alla, bæði konur og kalla. Talandi konur og kalla og öll hin líffræðilegu kynin. Eins og alþjóð veit þá gerði miðflokksrúturinn Snúli Másson allt vitlaust í vikunni og allt snerist náttúrulega það á samfélagsmiðlum. Og já, ég kalla hann hrút því að hrútur er kalldýr kindarinnar og kindur eru alger hjarðdýr og það er Snúli Más líka því að hann eldir bara næsta mann og svampar skoðanir hans og hans næsti maður er náttúrulega Simmi-Dabbi og svona gengur þetta bara koll á kolli. Maður eiginlega nennir ekki að tala þetta meir. Það er bara þannig að þeir sem grípa fram í fyrir öðrum í sjónvarssal, þeir eru bara rétt dræpir og þetta á Snúli Másson að vita. En hann er búinn að lofa að vera stiltur hér eftir þannig að við segjum bara svo, kalli minn. En svo velti maður fyrir sér hvort að Simmi-Dabbi sé ekki bara að grúma Snúlla svolítið til að taka við af sér svo hann geti náttúrulega bara verið eitthvað að dandalast í skemmtigörðum og tívolíum og eitthvað svona víða veröld. Ég held að við séum alveg komið þangað. Blæbrigðinu röddum þeirra, þær eru alveg eins. Það heyrir engin lengur hvor þeirra að segja hvað þannig að ég held þetta gangi alveg upp. Ó minn eini Jesús, hvað þær eru sætar, María Rut og Ingileif. Þær fögnuðu 12 ára sambandsammæli í vikunni og þessi hjartdæma færsla fylgdi í kjölfarið og skildi ekki eftir eitt einasta þurrt auga við lesturinn. Þetta eru bara svo falleg og velvalin orð frá Maríu til Ingileifar. Ég held að mættu fleiri makar vera svona sætir. Þá kannski myndi skilnaðartíðnin lækka eitthvað hérna á þessu landi.
til eitthvað sem meira ekta og sannara en Sanna Magdalena? Nei, ég hélt ekki. Á dögunum var hún krýnd besta borgarstjórnarpían af borgarbúum og vá hvað hún á þann titil skilið. Hún best. Inga okkar Sæland var í miklu stuði í vikunni enda ekki skrítið. Loksins gat hún klifta á borða við opnun á nýju elliheimili við Boðaþing. En Inga búin að vinna á sér raskati síðan hún byrjaði að moka grunninn þarna að elliheimilinu með berum höndum í janúar síðastliðin. Berhent í janúar og þá var ennþá frost í jörðu þið veitir það, en Inga hún lætur engan bilbu á sig fá og hún bara búin að vera dag jaft sem nótt að byggja þetta helvítis elliheimili alein, litli píslavotturinn og maður náttúrulega bara, wow, hún mennsk eða? Hún náttúrulega bara alveg mögnuð, svo ótrúlega dugleg, algjör ofurkona. JP orkumóladúti almennt óhræddur við breytingar, en hann nú samt smá hræddur við loftslagsbreytingar. Þess vegna hann alltaf að skrifa ykkur ótrúlega langar færslur á samfélagsmiðla sem meðalgreindi manna bara nenna ekkert að lesa, þú veist, athyglisgáan, en hann samt bara, ég veit ekki, hann svo gáðar eitthvað og algjör himnaperri greinilega. Ef það eitthvað svona samanlegt, þá það að elska fallegt sólsetur. Það eitthvað sem fólk skilur. Flott sjáðu JP, þú ert rising star. Mér segja Guðlaugur Þór segir það. Hanna Kata skellti sér í sveitaferð í Skagafjörðin og klappaði kusum og hrossum í vikunni. Svo mikill dýravinnur. Það segja það allir sem þekkja hana. Sennilega hefur hún samt líka nýtt ferðina í að velta þeim möguleika fyrir sér með hvaða hættu hún gæti kannski kollvarpað núverandi búvörusamningum með eitthvað. Frumvarp væntanlegt, stay tuned. Jón, elsku Jón. Af hverju Jón Gnarr orðinn svona rosalega geðvondur? Það fer honum ekki. Hann á ekkert að vera eins og einhver röflandi smásálinn á kaffistofu á einhverju smiðaverkstæði. Ég held bara hann sé ekki nógu góðan félagsskap. Eða kannski þetta þessi tími ársins. Skammdegisþunglindi eða eitthvað. Ég finn eitthvað svo til með honum og ég vona að fari bara að birta til hjá honum fljótlega. Svo að hlátutögar okkar fari nú kannski að fá einhverja örvun. We need you, Jón. Halla Hrundur augljóslega kona með mikið tískuvit en hún eins og Togga Gunn klæddi sig í stíl við grafík og innanstokksmunni þegar hún mætti í Rauðahverfið í Bolholti. Nei, ég minna á Rauðaborðið, afsakið. Hún samt alltaf flottust. Samfylkingin hélt saumaklúbb í Hveragerði vikunni þar sem allir mættu með Sparibrosi og Sigmundur Ernir skartaði loðnum leggjum sínum og mætti í stuttbuxum. Þarna hafa líka verið sungnir einhverjir söngvar og alls konar stuð en rúsínan í pilsendanum það var heimsókn saumaklúbbsins í höfuðstöðvar ísdrottningarinnar í Kjörís. Gummari litla barnið í hópnum var alsætt með einn æskæsís. Hann hefur alltaf langað til að vera eins og sexy rú. Svo barst dramatísk áminning frá Alþingi Íslendinga með yfirskriftinni Vika í þingsetningu. Eruð þið tilbúin? Yes, we are so ready for it! Við getum ekki beðið eftir þriðjudeginum. Hleypum villidyrunum út þó fyrr hefði verið. Nú fylgir glæsilegur kaupauki með nýjum samlokusímum frá Samsung. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Góð hljóðvist gríðarlega mikilvæg þegar kemur að velja á vinnustað. Hjá A4 bjóðum við upp á fjölbreyttar og vandaðar lausnir fyrir hvaða rými sem Hafðu samband eða kíktu í heimsókn og kynntu þér hljóðvistarlausnirnar sem henta þínum vinnustað. Komið sæl að nýju. Við þökkum Ásthildi Hannesdóttur kollega mínum fyrir ágæta yfirferð á pólitíkinu og samfélagsmiðlunum. Það allt vitlaust þar eins og vera ber. En við höfum fengið hingað tvo góða gesti til þess að fara yfir fréttir vikunar. Þau komu úr ólíkum áttum. Einar Þorsteinsson fyrir borgarstjóri og borgarfulltrúi Framsóknarflokksins. Hann hérna sestur ásamt Andreu Róbertsdóttir og hún framkvæmdastjóri félagskvenna í atvinnulífinu. Velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Það var nú eiginlega bara svona náttúrulega ákvörðun að fá þig hingað því að þú varst hérna með okkur fyrr í vikuna á alveg frábærum viðburði. Það sem félagskvenna í atvinnulífinu heimsótti höfuðstöðvar Árvakurs. Sko vægt til orða tekið. Já. Þetta var sturla partí og ég bara ævinlega þakklátt fyrir frábæra móttökur. Hvað voru þetta? 270 konur? Já, hátt í 300 konur sem vildu koma aftur næsta dag. Já. Og helst ekki fara heim. Þannig að það segir allt sem segja þar. Já, þetta var skemmtilega. Ástaþakkir. Ég að spila hérna fyrir aftan ykkur myndskeið sem við tókum að þessum frábæra viðburði. Þetta var líka veðrið var svo gott og mikil kraftur í þessu félagi. Sko kraftur í þessu félagi og þegar það einhvern veginn blandaðist við stemningunni hér í húsi að þá urðu bara til töfrar. Já. Og svo var það sólin og góður matur og annað. Já. Þetta var einstakur viðburður og við höfum ekki getað, þú veist, opnað starfsárið með öflugri hætti. Bara og líka gaman að kynna fjölmiðla. Við eigum
margt sameiginlegt. Við vorum að vinna til dæmis saman í RÚV og að komin á fjölmiðla mjög áhugavert og ég tala nú ekki á tímum sem þessum, þú veist, með falsfréttir og með alla þessa miðlun og svo framvegis. Og líka komið í þetta fallega hús á þessum stað, fá að koma í settið til þín. Það alltaf töfrar að fá að kíkja svona aðeins behind the scenes, sko. Aðeins að átt að sjá því hvernig þetta í raun og veru Já, að þetta lítur ekki svona út. Nei, og kynnast fólkinu, þú veist, þetta náttúrulega alltaf fólk á bak við allt sem við erum að gera. Mér persónulega finnst ég fá mjög mikið fyrir útvarpsgjaldið, það annað mál, ég svo glöð með RÚV líka. En ég svakalega glöð með móttökurnar hér og ég hefði ekki getað bara ímyndað mér betra partí en þetta. Þannig að takk kærlega fyrir þitt innlegg. Mín var öll ánægjan og Einar, þú náttúrulega hefur margótt komið hingað, reyndar ekki með félagi kvenna í atvinnulífinu? Nei, ég hefði nú viljað verið í þessu partí, það er mjög mikið stöð. Þú ert ekki einn það. En jú, ég komið hingað. Já, þið störfuðu saman á vettvangi RÚV, það rifjast upp, auðvitað, það eru allir nokkur ár síðan. Það eru ansið land síðan, þú kom inn eins og stormsveipur inn á RÚV og það er svo mikið kraftur í þér og það var svo gaman að vinna með þér og gaman að hitta þig aftur bara hér af því að sko einstaklingar inn í svona stórum fyrirtækjum geta gert svo mikið og breytt miklu og þú komst með svona alveg ótrúlega jákvæðni og öflugan kraft með þér. Sem mannustjóri RÚV, íhugaður aldrei að reka Einar? Nei, aldrei, ég bara vildi frekar velja starfsmann mánaðarins, alveg trekk í trekk, sko. Nei, RÚV er gott fólk og það að koma inn í stofnun eins og RÚV á sínum tíma, það ilmar alltaf liðinni tíð einhvern veginn og það var svo mörg tækifæri til þess að bara dusta ríkið af alls konar og bara svona í takti nýja tíma, þú veist, segja fólki að þyrfti kannski ekki faxvél og plötuspilar akkurat, þú veist, á hverju skrifstofu. En þetta var allt skemmtilegt gefandi og ég mæli með fyrir öll sem koma inn í svona verkefni að gera könnun, taka stöðuna og láta síðan til sig taka. Það er svona low hanging fruits og ótrúlega gaman að hefjast handa með góðu fólki, góðu samvinnu og samtali við fólkið. Einhver lýsti því fyrir mér þannig að þegar þú komst þarna inn þá hefði þetta verið svolítið eins og þegar loftsteinninn hitti risaeðlurnar. Nei, hættu nú. Ákvað bara á þetta sem varst að ræða þetta. Nei, ég var að tala um þetta hérna á. Já, ég meiti smikið. Það er slegt. Nei, þetta var dásalegt. Bara ég er mikið fyrir fullorðið fólk. Skulum orða það þannig. Þið hafið síðan haldið í sikkvara áttinu auðvitað, Einar í pólitíkina og þú út í atvinnulífið og í þessari þjónustu við þessi hagsmunasamtök, kvenna á atvinnulífinu. Einar, þú auðvitað varst borgarstjóri, þú vannst stórsigur í síðustu kosningum og mættir hér í viðtöl til mín og sópaður upp atkvæðin bara eins og enginn væri morgundagurinn. Núna eru kannanirnar slæmar fyrir þig, þú ert ekki borgarstjóri og það er einhvern veginn allt í höngi framsókn á landsvísu og út allt. Hvað er til ráða? Já, það er stundum blóð og stundum fjara og þá er bara að kunna að stíga ölduna eða þú veist, ég vinna með þetta. Ég kvíði ekki næstu kosningum. Við í Framsókn höfum verið trúð því sem að við sögðum fyrir kosningar að við vildum knýja á breytingar í Reykjavík. Við förum inn í þennan meirihluta sem að var sá eini sem að stóð til boða því að það voru flokkar sem að útilokuðu minni hlutan sem var á síðasta kjörtímabili sem var þá Sjálfstæðisflokkurinn og við vildum reyna að mynda frekar fyrst meiri hluta með þeim sem vildu breytingar eins og við. Förum í samstarf með 3 af þeim flokkum sem voru áður og þegar við komumst ekki lengra með málin sem við lofuðum kjósendum þá bara gengum við frá þeim meiri hluta, reyndum að mynda nýjan. Þú taldi þinn þetta vera búin að mynda nýjan, var það ekki? Já, svo bara fór flokkur fólksins á taugum og hætti við. Það var Helga Þórðardóttir sem var eiginlega nýtekin sem oddviti flokksins í borgarstjórn eftir að Kolbrún Baldursdóttir vék af vettvangi. Var þetta inngrip Ingu Sæland sem er... Auðvitað tala þær saman og greinilega komið einhver titringur þarna við ríkisstjórnarborðið og gott og vel. Ég menna það er bara, þetta er fortíðin. En mér fannst mikilvægast að leggja allt undir vegna þess að mér er ekki sama Reykjavík og ég bauð mig fram í fyrsta skipti nýr sem stjórnmálamaður og þegar maður býður sig fram og lofar einhverju segir, ég ætla að berjast fyrir þessu og þessu og þessu og ef að maður er í samstarfi með flokkum sem að maður getur ekki uppfyllt þessi lofvörð þá vil ég bara geta hort framan í íbúa og sagt, ég gerði mitt besta ég kemst ekki lengra það er ennþá, við erum á miðju kjörtímabili ég ætla annarkvort að fara í minnihluta eða mynda nýjan meirihluta ég reyndi að mynda nýjan meirihluta
Það tókst ekki vegna þess að Flokkur fólksins fór á tauginni og þá bara bíðum við eftir næstu kosningum. Hvað verður ásættanlegur stuðningur fyrir Framsókn í næstu kosningum, þannig að þú treystir til að halda áfram? Kjósendur bara verða að meta það hvað Reykjavík þarf og hverjir eru bestir til þess og líklegastir til þess að geta mynda meirihluta eftir næstu kosningar. Ég finn það á Reykvíkingum að það mikil óþreyja gagnvart því sem hefur verið að gerast í borginni á undanförnum kjörtímabilum og við getum hort kannski svona 12 ára aftur í tímann. Samgöngumál, skipulagsmál og ýmislegt fleira sem að þarf að breyta kúrs og ég hins vegar ekki þannig stjórnmálamaður að reyna alltaf bara að draga upp eitthvað svartnætti. Það mjög margt sem gengur vel í Reykjavík og margvísleg þjónusta sem vel er veitt en það þarf að breyta kúrs í húsnæðismálum og skipulagsmálum og svo náttúrulega þarf að halda áfram þeirri rekstrarhagræðingu sem að við í Framsókn leidtum á þessu kjörtímabili og náðum að snúa við miklum halla sem að dúkkaði upp eftir kosningar, 16 milljarðar, fórum í miklar aðgerðir og ég eyddi miklum tíma í það að vinda ofan af fjárhagsvandræðum borgarinnar og skiluðum 5 milljarða afgangi árið sem ég stýrði. Þannig að ég veit hvað hægt að gera með borgina og það hægt að fara lengra og ná betri árangur í rekstrinum, skila afgangi þannig að það sé að bæta þjónustuna og þetta bara verkefnið sem ég vona að næstu kosningar snúist Það styttist óðum að þú mætir hingað einmitt á þennan vettvang. Já, halda þessa ræðu, ég skal spara hana, en ég finn það bara, fólk vill breytingar, nýjan meirihluta og við stefnum á því. En þú kærðir þetta aldrei inn í umræðuna í þessari viku, mér langar að taka þá umræðu áfram. Þið hafið ekki farið varhluta frekar aðrir af þessu viðtali í Kastljósi þar sem að Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins mætti og fór að ræða þessi viðkvæmu mál kynin, fólk sem að finnur sig í röngum líkama og allt af þeim toga. Andrea, hvernig kemur þetta þér fyrir sjónir? Þetta nú ekki kannski til margs svona yfirvegað umræðu í báðar áttir? Nei, ég bara að sjálfsögðu búin að spá mikið í þessu viðtali og það er að segja margt þetta viðtal. En það sem ég geri í kringum aldamótin var að fara í kynjafræði í háskólanum og tók þar Gay and Lesbian Studies og þá náttúrulega mætti ég í bekkinn og þá voru ekki mörg í því fagi á háskólastigi. Og allir heldur náttúrulega ég var í lesbí að því ég var að sækja með einhverja fræðslu á þessu sviði en svo var ekki, ég bara mikið fyrir fólk og mikið fyrir að spá í bara svona mannlega hegðun og samfélagsmótun og annað. Þannig ég fyrir þetta fag og ég get sagt það að það reynst mér mjög vel að hafa tekið þetta fag og vera að lesa kyngerfisusla og annað eftir fræðimenn fyrir öllum þessum árum síðan. Og það kemur óvart hvað við erum ennþá föst í þessari tvíhyggju. Hún allsráðandi í svo mörgu sem við gerum. Og ég bara lít eins og sjálf á mig. Mér veist ég algjör forréttindi að bý hér og margt að þakka fyrir í borginni og út á Suður og Íslandi. Ég sem sagt upplifði mig sem konu og sem þó bara kona sem þokkalega sátt við sinn fæðingagalla og bara framma bara gegnum lífið sem kona. Að vera upptekin af því hvað við erum. Mér finnst það ofsalega skrítið að við þurfum alltaf að vera að setja fólk í box og mér finnst það eiginlega sama með kynin. Að þetta byrjar á fæðingadeildinni, stelpunar eru settar í bleikt og strákarnir í blátt og það mjög þægilegt af því að þá vitum við bara hvernig umgangast fólk koma fram við það og svo framvegis. En erum við ekki öll einhvern veginn undirorpin þessu? Ég nefndi til þess bara gleðigönguna. Þetta svo stórkostlega hátíð sem að haldin á ári hverju. Þar verið að setja fólk í bóks. Þar koma tilteknir hópar út frá því hvernig fólk skilgreinir sig. Þannig að menn eru sífellt að einhvern veginn að ramma samfélagið inn í þetta. Algjörlega. Og þegar var ekki samtökin sem vildi ekki BDSM-deildin í félagið eitthvað svona ég meina ég veit það ekki en það sem mér finnst bara alltaf standa upp og þú veist hvað við erum ofboðslega föst í þessari tvíhyggju og að þurfa að hafa merkimiða á öllu. Þú veist, ég get bara átt eðlilegur samskipti við alls konar fólk og mér drull hvaða kyn það, þú veist, upplifir sér þann daginn og svo bara þannig að meðan við erum með svona, þetta kannski svona fljótandi, að þá líka mjög margt fólk að bara að gera tilraunir og hvað að því líka
Þú veist, þetta truflar mig alls ekki neitt. Svo setja fleiri en 2 kyn. Hver og einn ræður yfir sínu líkama. Einar, þú fer mjög skarpt inn í þessu umræðu og mörgum kom það óvart að borgarfulltrúi færi inn í þetta og dræði inn í borgarstjórn og þú lýsti þér þetta yfir að Snorri Másson ætti ekkert erindi í opinbera umræðu og opinbera embætti. Jú, í opinbera umræðu. Ég sagði sko að hann, fólk með fordóma ætti að mínu viti ekki erindi í opinbera stefnumótun. Og ég stakk upp á því... Hann situr á Alþingi, sko, þú ert að segja að hann ekki erindi á Alþingi? Já, það er reyndar rétt. Ástæða mín í þessu er bara mjög frjálslynd gagnvart fólki. Það skiptir mig ekki máli hvernig fólk vil haga sínu lífi. Ég bara styð þau í því sem þau vilja gera. Og þegar ég fer með tillögu inn í borgarstjórn það að við ályktum og á þann leið að við styðjum við réttindabaráttu transfólks og hinsegin samfélagsins, þá erum við að tala til okkar skjólstæðinga í borginni. Vegna þess að þegar þingmaður stígur fram og segir, með mjög svona, ég myndi segja að þetta viðtal var dálítið fautalegt af honum, því að hann leyfði talsmanni hinsegin samfélagsins ekki að klára neina einustu setningu. Hann beðist afsökunar á því. Já, ég veit það, en ég bara áhrifin á þessu viðtali, þau voru eiginlega þau að maður upplifa hann svona eins og dálítið einelti seggin út á skólalóð og hópurinn sem við erum að sinna borgarfulltrúar er hópur af ungmennum sem eru trans eða hinsegin og eru að feta sína leið í lífinu á erfiðum unglingsárum og það er bara einfaldlega þannig að þau verða fyrir aðkasti. Það er gelt á þau og hrópað að þeim, það er verið að taka myndir af þeim og labba í burt og hlæja, allt yfir í það að þau séu beitt ofbeldi. Við rekum hinsegin félagsmiðstöð og þar fá þessi krakkar skjól og það koma jafnvel krakkar af öllu höfuðborgarsvæðinu og víðar að í þessa miðstöð og hún er gríðarlega mikilvæg. Og þegar ég tala stefnumótun, þá er ég að segja það Það er allir sammála þetta, held ég held að Snorri hafi ekki verið að tala gegn þessu. Nei, þegar þingmaður tjáir sig með þessum hætti og ég meina hann hefur sitt málfrelsi og allt það en að koma svona fram með svona miklu offorsi að því að viðtalið hann og ég bara tek hattinn ofan fyrir honum að hann skulle biðjast afsökunar því. Hughrifin á þessu viðtali voru mjög slæm. En hvað var það í, að því að nú hlustaði ég þetta, ég var að reyna að átta mig á því að það eru líka stór orð að segja að menn ekki erindi í opinbera umræðu eða í opinbera stefnumótun, sitja þingið í borgarstjórn. Hvað er það í... Já, ég vil ekki, ég stend alveg við það. Ég stendi það, þegar þú segir að kynin eru bara 2 og svo eru bara sumir sem að upplifa sig hvorugkyns. Við bara non-binary og vilja ekki skilgreina sig út frá einhverjum, frá þessari frá þessum viðmiðum, þá er mér bara alveg saman það, sko. Þau mega bara gera það ef þau vilja. Og ef einhver vil breyta kyn, upplifi sig í röngum kyni, þá finnst mér það bara allt í lagi. En Snorri talar ekki gegn því? Já, þegar hughrifin af þessu eru og svona það að leyfa talsmanni hinsegin samfélagsins aldrei að klára sína setningar, geta aldrei átt þetta samtal. En býtur nú við, nú verður þess að stoppa inn á. Þá eru hughrifin nákvæmlega Þú segir hann ekki erindi í opinberu umræðu og hann sé eineltiseggur. Ég er að reyna að velta fyrir mér, hvað er það í hugmyndum hans eða stefnu sem að felur í sér árás að þessa hópa? Ég er að reyna að skilja þetta. Já, við skulum bara leyfa viðtalinu hans að tala fyrir sig. Ég ætla ekki að fara í einhverja orðræðu greiningu nákvæmlega það hverjar hans hugmyndir eru. Og ég ætla heldur ekki að gera hann upp skoðanir. En þú verður útskýrður að þú hefur verið mjög stóristur þetta. Já, ég held að ég hef reyndar ekkert verið neitt sérstaklega stóristur. Þú segir hann ekkert erindi í opinbera stefnumótun. Hann situr alþingi. Það er rosalega stór orð. Nei, þegar menn, stjórnmálamenn tala svona, þegar menn fara svona inn í svona viðkvæma umræðu með svona látum eins og þú viðurkenndir að hann hefði gert hérna áðan. Þannig að þú ert ekki að tala inntæki, þú ert meira að tala Jú, líka, en samt er það þannig, það er hvernig menn tala
viðkvæm málefni þegar eins og í borginni þar sem eru ungmenni sem að við þurfum að hlúa að. Þau eru í viðkvæmri stöðu að slík hegðun á vettvangi stjórnmálanna mér finnst það ekki eiga erindi. En ég lesi þetta sem hann að segja einmitt að þetta hvað þetta merkingabært hvernig það, þú veist, viðtal átti sér stað, þú veist, og hvað kjörnir fulltrúar, þú veist, og mikilvægt þess kannski að hlusta á samtalið. Það var ekkert samtalið í gangi, það var engin hlustun. Og þannig að, þú veist, það það sem að mér fannst Nei, en viðbrögðin sem að Snorri hefur fengið yfir sig eru ekki vegna Nei, og þess vegna finnst mér svo gott líka að þetta mannlega og allt þetta, að hann getur komið fram og beðið afsökunar á þeim þætti. En ég er að reyna að átta mig á því hvað er það í því sem hann segir. Ég hef samúð með mönnum sem að segja, heyrðu, líffræðileg kyn eru 2, því að náttúran bendir til þess, bara víðast í dýraríkinu. En að síðan horfum menn til þess að upplifun fólks að því hvernig það og fólk þarf hefur leyfi til þess að gera breytingar sem líka með því sem að það helst vil. Eru þetta endilega svo ósamrýmanlegir hlutir? Felur það í sér fordóma gagnvart fólki að segja líffræðileg kyn eru 2 en svo, og það er þess vegna sem fólk fer í aðgerð til þess að breyta kyn eða leiðrétta kyn eða hvað það er? Er þetta umræða sem má ekki eiga sér stað? Felur það í sér fordóma að draga myndina upp með þessum hætti? Ég er nú gamall fjölmiðlamaður og ég hugsa að ef að því að sumir ásagt þessi umræða má ekki eiga sér stað og þú ert að varpa þessari spurningu. Ég hugsa að ég hefði tekið þetta viðtal sjálfur. En ég hefði gert þá kröfu til hans að hann leyfði viðmælandunum að svara fyrir sig. Þar að segja hinu viðmælanda. Já, ekki fyrst og fremst að skamma bara Baldvin fyrir það? Jú, hann má alveg heyra það að hann hefði mátt stíga betur inn. En maður gerir líka kröfu til þeirra stjórnmálamanna sem stíga inn á svona viðkvæman vettvang að sýna aðeins meiri virðingu og nærgætni, bara elskaði náungan og aðgátt skal höfði í nærveru sálar og allt þetta. Ég trúi ekki allt þetta offorsum þetta viðtal sé vegna þess að hann hafi vaðið yfir viðmælandan eða gripið fram í of oft eða hvað það er. Þá held ég að fólk bara átti sig ekki á. Lögreglu vörðum heimilið í kjölfar. Það er nefnilega sem segir að það er eitthvað mjög alvarlegt í samfélaginu. Þetta er enga fréttir Ég meina, ég hef haft það líka. Og og stjórnmálamenn sem eru í valdastöðum þeir bara fá reglulega því miður og ég er ekki að verja það. Svona ógnun er hræðileg og hefur mikil áhrif á fjölskyldulíf og við höfum að fordæma það. En þetta er ekki nýtt því miður. Mín skoðun er þessi að honum hefði geta farnast betur í þessu viðtali og ef menn skilja ekki af hverju viðbröðin eru svona mikil þá held ég að menn þurfi frekar að fara að hitta þennan hóp, tala beint við hann. Ég hitti árgang úr 9. bekk í gær og þau eru bara alls konar. Við verðum að tala við þessa krakka og skilja þau, hvað þau eru að gangi í gegnum og ég held að Snorri hefði bara gott að því. Já, ég veit ekki hvort hann hefur hitt þetta fólk eða ekki. Aftur, að því þú segir þessi maður á ekkert erindi í opinbera stefnumótun en svo virðist vera sem að það sé einkum og sérlega vegna þess að hann hafi gengið fram með óvarlegum hætti og gripið oft fram í fyrir viðmælanda sínum. Ég bara trúi því ekki að það geti verið tilefni til þess að segja að það er skáka manninum út af því sviði. Eru það ekki líka of stór orð? Nei, veistu það, ég held að ef að hann væri að bjóða sig fram í borgarstjórn Reykjavíkur þar sem að við þurfum að taka ákvarðanir fjárveitingar til málefna eins og ég var að nefna áðan í hinsegin fræðslu, í hinsegin félagsmiðstöðina og fleira. Ég held að borgarstjórn sé betri án slíkra viðhorfa inn í borgarstjórn. Þar sem að vafi leikur á því að menn styðji í slík fjárútlát. Aftur teki og beinu orðum til kynjafræðingsins í þessu. Mér finnst þetta eiginlega að vera tveir aðskildir heima, þessi umræðum líffræðilega kynið og svo fjölda kynjana og hvernig fólk upplifir sig. Eru líffræðileg kyn fleiri en 2? Það er bara eftir hvort þú skoða TikTok eða hvað þú ert að lesa Það var talað þeim er bara fyrir fjölgandi. Það verður að tala þú veist En hefur líffræðilegum kynjum fjölgað? Já, hvað geta margir eiginlega staðið á nálaróti?
Sko, hvaða umræða þetta raunverulega og hverju skilar hún? Við vitum það að það fólk í samfélaginu sem að vil haga lífi sínu með einhverjum hætti. Og ég skil ekki hvers vegna að frá hægri einhvern veginn allt í einu í umræðinni sem sko í gamla daga var frjálshyggjan sem að ég lærði meira bara svo að frelsi einstaklingsins snýst það að fá að lifa lífi sínu eins og hver kýs. Og allt í einu núna kemur frá hægrinu einhver krafa það og einhverjar skilgreiningar það að fólk eigi að vera svona og svona því að líffræðin segi eitthvað annað. Nei, en ég held einar réttur hvers og eins til þess að haga sínu lífi eins og hann vill. Hann bara mikilvægari heldur en einhver svona orðræðu æfing. En að því við erum í samfélagi, þá hefur hegðun eins áhrif á stöðu annars og við höfum áhrif á annað fólk með orðum okkur og gjörðum og það hvernig við skilgreinum okkur eða hvernig við skilgreinum heiminn í kringum okkur. Einu sinni var það þannig að þegar það var verið að samþykkja lög hér það að samkynhneigðir mættu gifta sig, þá voru einstaklingar sem sögðu, já þetta mun kollvarpa gildi hjónabandsins og hefur þannig áhrif á samfélagið allt og það má alls ekki leyfa homum og lesbíum að gifta sig. Og það káfaði upp á þau gagnkynhneigt fólk ef aðrir fengi að gifta sig. Í dag enginn að spá í þetta. Hjónabandi hefur frekar styrst. En það prívat málum. En bara ein spurning sem í raun bara úrlausnarefni og sem ég hef samúð með bara vegna sem maður að fást við þá hverju meinasta degi þegar maður fyrir sund. Að það eru klefar fyrir kalla og konur. Já, það bara vera enga klefar held ég. Eða sem sagt bara boð, sem sagt í boði að fara bara inn í lokaðan klefa. Já, en það til líka fólk sem skilgreinir sem ákveðnum hætti og gerir þá kröfu og segir það eru mín mannréttindi að fá að nota þennan klefin ekki hinn. Svo einhver aðrir hópar sem segja ég ekki sammála þessu. Þetta vandi sem ég held að umræðan sé stödd í að það eru viðfangsefni og upplifun fólks sem kallar á viðbrögð af hálfu annar og hefur áhrif á annað fólk. En það náttúrulega þessi praktísk með búningsklefa og praktíkina sem við þurfum að finna út úr. Við erum náttúrulega að gangi gegnum breytingar og breytingar taka alltaf á. Og þú ert að tala þú veist þegar máttu gefa samkynhneigða sama, þetta verður ofsalega heitt mál. Það var líka ofsalega heitt mál þegar Siv Friðleifs vildi banna reykingar á skemmtistöðum, skilur. Og þá þurfti hún örugglega að láta vakta heimili sitt. Og í dag það fáránlegt að fara reykinn og bar. Þú veist, ég held að við þurfum að anda aðeins í kviðinni í þessu máli. En bara að því að við erum það má eiginlega ekki tala þetta, öðru sem það verði allt vitlaust. Hvar liggja þessi mörk til þessi? Ef að þú myndir vakna upp einn daginn og segja, ég upplifi mig sem konu, hefur þú í kjölfæri þá rétt á að fara inn í kvennaklefa í sundlögum? Eða þarf eitthvað meira að koma til? Það þurft að setja eitthvað reglur það. Væntanlega því að þú veist, þetta mjög merkingabært að vera. Ég sennilega kansalera fyrir það bara að varpa þessu upp og mönnum finnst þetta dónaskapur og kannski ekki sín. Við þurfum bara að vera nógu umburðarlynd sem samfélag til þess að geta átt þessu umræðu. Ég skil hana vel. Ég meina það sjónarmið. Ég meina faðir má ekki fara með dóttur sína inn í kvennaklefann, inn í kallaklefan. Þegar hún orðin ákveðið gömul. Það yfirleitt miðað við kannski svona 5-6 ára. Og gengur í báðar áttir. Já, og gengur í báðar áttir. En barnið fer þá yfir í kvennaklefan, dótturinn, og gæti þar séð fullorðinn einstakling með karlkyns ytri kynenginni, kynfæri. Auðvitað finnst okkur þetta pingu skrítið. Fyrir hverju verið að verja barnið ef það má ekki fara með föður sínum inn í kallaklefan? En á að fara inn í kvennaklefan og sjá þar ytri kynninginni karlmanns í transkonu. Þannig að, ég skil alveg að fólk hugsi þetta og það eðlilegt að við ræðum þetta. Þarna finnst mér þetta bara kalla á mjög gott samtal við hinsegin samfélagið, hvernig best að haga þessu og í allri mannréttindabaráttu þar verið að reyna að færa miðjuna til, færa normin og viðmiðin í samfélaginu. Og það gerist aldrei átakalaust. En báðir aðilar þurfa sjálfsögðu að koma saman og reyna að finna lausnir þannig að við séum öll sátt í okkar samfélagi og meina það hefur verið reynt að fara leiðir þar sem eru einhver tjöld og sérstakir kynhlutlausir klefar og eitthvað svona. Já, þetta snýst sátt. Ég segi það, unga fólki sem þú vísar í, það upplifir sig svona eða hinsegin. Þarf að leita sátta við þá sem eru ósammála. Nú Snorri Másson á þeirri skoðun að séu bara 2 líffræðileg kyn. Þarf að leita sátta við hann. Þú ert þeirri skoðun að ég bara skáka honum út úr umræðinni. Þannig að ég held að þessi umræða sé einhvern veginn á
verulegum villigötum og það sé ekki hönd á festandi í raun og veru í neinu tilliti. Ég hef ekki sagt að ég vilja skáka honum út úr umræðinni, en ég vil síður að hann sé að taka ákvarðanir það hvort að við styðjum við aðgerðir til þess að bæta líf barna í viðkvæmri stöðu og þannig tala ég stefnumótun. Ég myndi ekki vilja sjá hann í borgarstjórn halda þessu fram með svona En hvernig á þá að ná sáttinni ef að þeir sem eru á öndverri skoðun eiga ekki að taka þátt eða hafa plattform innan borgarstjórnar eða á þingi? Við náum ykkur sátt með því. Ég hugsa að Snorri Másson hafi lært mikið af þessari atburðarás. Ég hugsa það. Ég held að hann sé ekki vondur maður. Ég held að hann hafi í pólitískum leik ákveð að fara í þessa umræðu og er að vekja athygli á einhverjum sjónarmiðum sem hann finnst bara að þurfa að ræða og eitthvað svona og hann sér það að þegar umræðin er tekin við hann, ég meina það sem hann er að segja, það vekur upp úlfúð og auðvitað eigum við sem samfélag bara að reyna að gæta okkar í allar báðu megin víglínunar. Það sem gerist þegar menn fara á fullum krafti inn í viðkvæm mál, það sem eru hjartansmál einhverra, sérstaklega þegar viðkvæmur hópar, þá særast fram tröllin. Beggja vegna víglínunar og við eigum að reyna að koma í veg fyrir svona polariserandi ástand. Það er bara engum til gagns. Talandi polariserandi ástand, ég ætla að varpa hér upp upptöku sem við fengum frá FP, kemur langt að og frá ríki sem er okkur að mörgu leyti framandi. Þetta er frá mikilli hersýningu í Beijing, þar sem að nokkrir af ógeðfelldustum hönnum veraldarinnar í dag komu saman, leyfi mér að segja, Lukasjenka, Hvíta-Rússlandi, Pútín og fleiri. Þetta er gríðarleg hersýning á götum höfuðborgar þessa næst fjölmennasta ríkis heims. Þetta eru magnaðar svipmyndir. Svo berast fréttir af því núna í dag að Bandaríkjamenn séu að breyta nafni varnarmálaráðuneytisins í stríðsmálaráðuneytis. Hvaða hughrif skapa svipmyndir af þessu tagi? Andrea, þú ert að sjá þessar myndir í fyrsta sinni, það ekki? Já, einmitt. Ég var einmitt búin að heyra af þessu og þetta er alveg nákvæmlega eins og var lýst fyrir mér. Þetta er eins og gervigreindin, sko. Þetta er alveg með ólíkindum. Ég nú eftir að sjá það massera þarna, en það var bara þvílíkt sjónarspil. Varstu búin að sjá þetta? Nei, ég hef nú ekki búin að sjá það. Jú, svona aðeins einhverja svipmyndir, en Nei, þið sjáu þetta er með ólíkindum, sko. Þeir eru flinkir, það verður nú að gefa það að þetta er vel samhæft. Og eitthvað kostar þetta og þetta er alveg með ólíkindum. Þetta er svo vel rænt. Sko, við vitum alveg að þessir hermenn eru þarna og þessi stríðstól, þau eru þarna. Nú eru þeir að sýna þau og auðvitað er þetta skilaboð til vesturveldana að Kínverjar séu klárir í hvað sem er og eru að sýna mátt sinn. Og þarna eru einmitt leiðtogar sem ríkja sem trú ekki á frelsið og það er bara ágætt að sjá óvinnin allan á einni mynd, sko. Þetta er ákveðin tímamót í heimsögunni að sjá þau þarna saman undir þessum formerkjum. Þetta nú leiðtogi Norður-Kóreu, var það ekki hann sem var ósáttur við ákvörðun seðlabankastjórans síns og lét sprengja hann í loft upp? Það er nú eitthvað öðruvísi sem við förum með peningastefnuna hér á landi. Já, sem betur fer. Ásgeir Jónsson er mjög feginn. En þessi mál, þessar svipmyndir, það er stórt spurt, sko, er ekki þriðja heimsstyrjöldin hafin? Er þetta ekki eins og upptakturinn af styrjöldunum 1914 og 1939? Það er ofboðslega erfitt. Maður þarf að beita sig hörðu til að vera jákvæður. Þessa dagana myndi ég segja. Og og það er kannski ákveðið bjargráð að loka augunum fyrir nákvæmlega þessu sem blasir við, sko. Og þess vegna líka svo hættulegt, sko, að á Íslandi það er einhvern veginn bara pláss fyrir einu umræðu. Og núna hefur verið Snorri. Það þarf að tala þessi mál. Það þarf að kafa í miklu fleiri mál og stóru málin líka. Það væri mjög jákvætt, varnarmálin, þannig að það væri ofsalega mikilvægt að koma kannski fleiri en einu mál á dagskrá hverju sinni á Íslandi þegar
málin eru svona stór og alvarleg staða. Já. Já, ég meina, þú veist, það stríð í Evrópu. Já. Það stríða? Já, við erum oft, já, fyrirgeð. Nei, ég að segja þess vegna eigum við líka að vera svo, svo auðvelt með að vera jákvæð. Þú veist, það svo margt að þakka fyrir hér á Íslandi, en við búum á þessari plánetu, öll í þessu samfélagi sem plánetan Þannig að það mjög mikilvægt að fara upp í 30.000 fett og fara bara út af súsinu og velta fyrir sig svona málum, vilt og trillt. Þú ert nú svo passasamar Einar að Andrea grípa fram fyrir þér og þú biður hann afsökunar. Já. Nei, ég sko, það sem náttúrulega holdgerfist þarna á þessari mynd það að ólíkt því sem að mörg á Vesturlöndum halda að við séum upphá og endir alheimsins hér, Evrópa og Bandaríkin og einhver svona sameining vestursins og lýðræðisins og frjálsra viðskipta og mannréttinda, að við séum hér ráðandi í heiminum. Þarna risastórt efnahagsveldi, herrveldi sem að lýðræðið ræður ekki og þau þrátt fyrir allar efnahagsþvinganir og þrátt fyrir allt Evrópusamband og sterkan bandarískan forseta, þar að segja menn sem telur sig valdamikinn og sterkan, og þá þarna heilt heimsveldi bandalag sem heldur bara áfram að kaupa vörur og þjónustu af hvert öðru, olíu og í samstarfi sem byggir ekki okkar gildum og heimurinn ekkert að farast hjá þeim. Þau bara halda áfram. Einmitt, og upptakturinn af hverju, sko. Af því að þú veist, þetta fólk ekki að hugsa bara í kjörtímabílum. Sko, þú veist ekki, til 2 ára á svona íslenskt. Þeir hugsa langt. Það verið að hugsa langt fram í tíman og það sko, og einmitt þetta, að því ég hef nú verið að ráða fólk, að þá horfi ég ofta á ferilskrána og bara hefur viðkomandi ferðast til dæmis. Þú veist, menningalæsi, hvað það mikilvægt. Og ég fann það svo vel á eigin skinni. Ég seldi þarna íbúðin og bílinn árið 2006 og fór ein í babakaferðalagi Suðaustur-Asíu. Og að vera ein í Suðaustur-Asíu sem kona, það var náttúrulega ákveðið þú veist, já, það var bara mjög mikið reynsla og og vera á öðrum stöðum, ekki bara vera í bók eða hér á Íslandi eða á netinu, þú veist, að fara þú veist, til ólíkra landa og þetta skamma mig, ég fer bara til útlanda til já. Nei, þú veist hvað ég menna, hvað mikilvægt að vera að reyna svona að lesa ekki bara salin heldur, fleiri ólíka menninga heima og eiga svo samtali. Og muna söguna, það að við séum með forseta í dag í Bandaríkjunum sem að hefur það markmiði sínu að brjóta niður samstöðuna innan Evrópu og milli Bandaríkjanna og Evrópu, að deila og drottna, sko, það hefur sögulega veikt vestrið. Já, hann hefur þjappað Evrópu saman. Já, hann hefur gert það að ákveðnu leyti, já, en hann vill stýra því hvernig Evrópa hugsar og mörguleyti vakti hann Evrópu af einhverjum værum friðarblundi afstöðu, fékk þá til að taka nýja afstöðu það að fara og vígbúast, efla sína varnir og átta sig á því að það óvinnur í austri og hann hefur gert það gott, hann má eiga það en einhvern veginn þessi hótanapólitík að Evrópa þurfi bara að dansa eins og eftir hans höfði, ekki það að þau séu raunverulegi samherjar og á jafnréttisgrundvelli með sameiginlegan óvin, það veikir Evrópu og það veikir Bandaríkin og þannig að þetta er mjög flóknir og viðsjárverðir tímar í heiminum í dag. Heldur betur. Rétt í lokin, af því að við höfum talað lengi saman hér, það er verið að móta nýja atvinnustefnu fyrir Ísland. Þetta kemur inn á málefnasvið félagskvenna í atvinnulífinu, þetta kemur inn á stöðu borgarinnar auðvitað líka. Hvernig líst ykkur á þessar fyrirætlanir að ríkið fari að teikna upp mynd af því hvernig við ætlum að haga atvinnu og atvinnuuppbyggingu í landinu? Já, hver vil byrja? Já, þetta náttúrulega í vinnslu. Þetta er bara á frumstigi og ef verið að sitja á þetta stað. Ég hef tekið ákvörðun að vera
bara búast við að ég ætla að leyfa mér að vera bara bjartsýn. Vegna þess að ég held að það hjálpi. Við erum það eru mörg tækifæri, þú veist, á tímum sem þessum og ég ætla að fylgjast með hvernig það þróast. Það gladdi mig mjög að sjá landsbyggðirnar vera teiknaðar inn í þetta og ég held að það sé mjög mikilvægt að við lítum á allar landsbyggðirnar og reynum að efla þær og síðan að hlutirnir hafa tilhneigingu til að fara vel. Ég ætla að leyfa mér að vera þar. Já, það verður flott að sjá hvað kemur frá þessu starfshópi. Þetta skipað einvala liði úr ólíkum áttum. Já, ég bara eins og segi, ég ætla að vona og ég ætla að standa með þeim bara eins og landslið. Já. Ég ætla bara að leyfa mér það. Ég meina mæta Azerbaijan í kvöld á Laugardalsvelli. Ég ætla ekki að taka neitt vikingaklapp ennþá. Stjórnmálamenn sem tala rosalega mikið það sem þeir ætla að gera. Þeim farnast yfirleitt ekkert sérstaklega vel. Af því að efndirnar og árangurinn, hann er oft ekki í samræmi við uppleggið og stóri blaðamannafundir eitthvað sem á að gerast í framtíðinni geta oft orðið kjánalegir þegar menn líta í baksýn í speilin. En mér finnst verið, það er gott og vel og mikilvægt að horfa dálítið yfir sviðið, fara í 30.000 fetin og horfa til lengri tíma. Það er mjög mikilvægt og eðlilega. Gera með það. Fjárfesta í sveitum landsins eða öðrum kjördæmum heldur en á höfuðborgarsvæðinu, gríðarlega mikilvægt. Strax á fundinum kom fram athugasemd að því að það var sett upp mynd af atvinnuvegunum og það var svona iðnaður og hitt og þetta en hvergi var ferðaþjónusta. Og ferðaþjónustan er náttúrulega grunn atvinnuvegur hér og meiri gjaldeyri heldur en nokkur önnur grein. Já, gríðarlega mikilvæg byggða atvinnugrein. Það er mjög vandræðalegt. Og ég get ekki annað séð en að það sé verið að hanna núna atburðarás. Að því þau hafa verið ríkisstjórnin hefur verið að hinta svona því að gefa vísbendingu það að þau vilji fara að skattleggja eða stýra vexti ferðaþjónustunnar með einhverjum hætti, miðstýrðum. Og það þurfum við að skattleggja hana. Og ég, þegar þau setja hann ekki einu sinni á glæruna og fara að tala það að á undanförnum árum hafi verið svo mikill innflutningur á erlendu vinnuafli sem sé inn í ferðaþjónustuna sem sé megin hluta lágtekjustörf og svo fylgi börnin með þessu starfsfólki og þau af erlendum uppruna fara inn í íslenska skólakerfið og það reynið á okkar innviði og svona og draga upp einhvern veginn svarta mynd á komu þessa fólks. Eins og þessi upptaktur, það grunar mig að þessi upptaktur að réttleitingu fyrir því að fara að setja eitthvað lok, eitthvað hömlur við ferðaþjónustuna og skattleggjana. En er það ekki þetta atvinnustefnu líka að segja bara við viljum íta undir þessa atvinnugrein, við ætlum ekki að láta þessa vaksa? Jú, það var eiginlega það sem hún sagði við viljum ekki að broddurinn í hagvextinum séu tengdu ferðaþjónustu. Hún orðaði þetta eitthvað þá leið og gott og vel. Síðan kemur ferðaþjónustan fram og segir, skoðum bara aðeins hvernig fólksflutningur til landsins hefur verið og í hvað störf hann að fara. Og þá kemur í ljós að á síðustu 7 árum hafa 5.000 einstaklingar frá útlöndum komið inn í ferðaþjónustuna, 6.000 inn í aðrar iðngreinar og 4.500 í opinbera geirann. Og þá spyr maður hvað og svo eru sýndar tölur meðallaun í ferðaþjónustunni og jú, það eru vissulega framlínustörf sem eru aðeins í lægri kantinum en meðallaunin í ferðaþjónustunni eru bara í takti við meðallaunin í landinu. Þannig að þeirra tölurnar sem að þau eru að vísa í þau verða að byggja svona stefnumótun á gögnum. Ég veit ekki betur en að ég meina þessi 10.000 til viðbótar á síðustu 7 árum kom ekki börnin í skólana með þeim. Af hverju á að taka ferðaþjónustuna út fyrir sviga? Ég held að þessi lægra hlutfall af fólki í ferðaþjónustu með börnum sem fráfæri stannandi á hótelum annað. Það sem hugsanlega að reka þau fyrirtæki. Ég bara hef áhyggjur af því að þessi ríkisstjórn sem að fór gera það sínu fyrsta verki að hjóla í sjávarútveginn
og minni hlutanum í þinginu þrátt fyrir þetta hundleiðilega málþóf. Honum tókst þó að breyta frumvarpinu aðeins til hins betra. Það hefði ekki gerst nema fyrir minni hlutan. Stjórnarandstöðuna, sko þau fóru í sjávarútveginn, tromma upp núna með vísbendingum það að þau ætla að hjóla núna í ferðaþjónustuna. Þau eru í ESB-leiðangri og það vantar bara að það sé farið að tala stjórnarskrána aftur og þá eru við bara komin með sömu áru umræðunar og var í Jóhannu stjórninni. 2013. Ég nú geta stökkbreytast mikið hérna. Nei, ég er bara ágjör að því að ríkisstjórnin sé á rangri leið, talar rosalega mikið það sem hún ætlar að gera, eftir að sjá hvernig það endar, hvað rætist úr því, en þetta byrjar ekki vel þessi atvinnustefnumótun. En þau eru nú ekki einum það að vera að tala, þú veist, það bara tala minna, gera meira, þú veist, já. Sem að má vinna með, þú veist, mjög víða. Þá myndi ég missa vinnuna. Já. Vonum ekki, og við saknaðin. En ég vil samt segja ég bara byrja smá vonbrigðum, ég spurði gervigreindana hvað var í frétt vikunar og það var kveiknað í gömlu Volvo upp í Breiðholti. En maður ekki að ræða það. En var búin að undirbúa mig undir það, sko, þetta krossapróf. Þetta segir nú ýmislegt gervigreindur. Já, en ég vil samt gefa fólki tækifæri og þú veist eins og ríkisstjórnin sem núna að fara að varða einhverja leið. Ég ætla bara að gefa þeim tækifæri að kynna það og vinna þetta mál og gefa þessu breyk. Því við erum nú öll í sama liði Ríkisstjórnin er að hittast á ríkisráðsfundi núna kl. 15:30 í dag og skoðum góðs gengist þeim vettvangi. Frábært að fá ykkur hér í heimsóttíminn. Eitt í viðbót. Ég verð að segja. Gefum hverju öðru smá rými til að æfa okkur í nýjum veruleika. Ég held að það sé mjög mikilvægt. Heyrðu það Við erum að koma úr einhverju menningu, við erum marinöruð í einhverjum gömlum tíma og við erum öll að æfa okkur til að vera í takt við nýja tíma. Þannig að sýnum mildi. Gerðu það fyrir mig, Stefán. Viktor mildi. Andrea og Einar, þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Góða helgi. En við erum alls ekki hætt vegna þess að hingað er að koma til mín frábær gestur, Magnús Þór Jónsson, sem er formaður Kennarasambandsins. Við ætlum að ræða menntakerfið sem bar á góma hér í samtali okkar rétt áðan og svo í lok þáttar kemur Daniel Jakobsson frá Ísafirði. Hann stýrir þar einu stærsta fiskeldisfyrirtæki landsins í laxeldi. Það hefur gustað það fyrirtæki og hann síðustu vikurnar. Fylgist þið með. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Lexus RX. Komdu og reynslagtu RX 450h Plus plug-in hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið þið sæl að nýju. Það er mikið og margt rætt menntamálin þessi dagurinn og hefur þetta verið síðustu misserinn og Morgunblaðið hefur ekki dregið af sér í þeim efnum eðli máls samkvæmt. Þetta er eitt mikilvægasti málaflokkur samfélagsins að kljást við, börnin okkar, ungmennin og framtíðin. Ég fengi hingað til mín mjög góðan gest, Magnús Þór Jónsson, hann er formaður Kennarasambands Íslands. Hann fer fyrir þeim stóra hópi sem heldur menntakerfinu gangandi og kemur að því með einum eða öðrum hætti að mennta börnin okkar inn í framtíðina. Velkomin, Magnús. Takk. Frábært að fá þig hér á staðinn og margt að ræða af því að það er mikil gerjun í þessum málum. Eitt af því sem hefur talsvert verið rætt að undanförnum, ég langar bara til að kasta okkur sameiginlega út í djúpilögina. Það er það hvernig við í grunnskólakerfinu vegum og metum árangurinn á skólastarfinu. Hversu vel koma börnin undirbúin þegar þeim er síðan fleytt á önnur skólastig eða út í lífið. Það virðist verið eins og að þessi hlutir hafi farið einhvern veginn í handaskólur hjá okkur. Já, sko, ég náttúrulega, fyrir að fyrsta náttúrulega bara fagna ég því hversu mikil umræða er menntamál. Það er náttúrulega bara löngu komin tíma á það og bara svo við kannski ræddum að þessi fyrir útsendingu að þá hefur þetta stundum komið upp einhver svona bólur sem hafa stoltið stoppað. En núna erum við búin að vera í umræðu menntamál bara meira og minna 1,5 ár sem að ég held að sé mjög mikilvægt fyrir samfélagið. Og það sem ég kannski mest áhyggjur af áður en ég fer inn í þetta sem við ætlum að stinga í djúpulögina, það er svolítið það að umræðan hefur kannski svolítið verið fókusverið einmitt á eitt skólastig, grunnskólastigið og jafnvel kannski akkurat þennan enda sem þú ætlar að tala hérna núna til að byrja með. En þetta er stærsta skólastigið? Já, þetta er stærsta skólastigið og skylduskólastigið, þannig ég átta mig á því. En það er auðvitað svolítið þannig að það verður ekkert litið framhjá því að ástæðurnar fyrir
að til dæmis námsmatskerfinu sem í gangi núna byggir á námskrá sem almenni hlutin 2008, greina hlutin kemur eftir. Það sem hugmyndin var auðvitað að við myndum taka þessi þrjú skólastig meira saman. Fyrir þann tíma því ég búin að vera að kenna síðan 94, þá var það þannig að aðalnámskrá var nú varla til í leikskóla nema svona einhverju svona litlu formi og námskrár í grunnskólum og framhaldsskólum voru mjög ólíkar. Þannig að menn settust yfir það í ríkisstjórn, og kannski 2004-05, það var komið út aðalnámskrá 2001 sem mjög snemma lenti svolítið út í skurði í grunnskólanum og þannig að menn fara að vinna þessa hluti áfram. Og horfa á þetta sem meiri samfellu. Reyna að horfa á þetta sem meiri samfellu. Frá leikskólastígi og þá fyrsta skiptið fara við að tala leikskólan sem fyrsta skólastígið. Við förum að horfa til þess að flytja verkefni inn í leikskólana meira sem tengjast læsi og námi, en það er þetta skólastíg. Það fyrir undir skinnið okkur sem erum að vinna í þessari geira þegar leikskólinn talað sem gæslustofnun. Við viljum að þetta sé skólastofnun og við gerum kröfur það að börn komi út úr leikskólanum með ákveðna færni til þess að geta hafið grunnskólanám og svo komum við upp í gegnum grunnskólan og ég held að ég ætla að fá að vera heiðarlegur hérna með það. Það alveg klárt mál í mínum huga að við lendum í hremmingum á þessari vegferð sem að snýst náttúrulega það að við erum á öðrum stað sem samfélag þegar menn að leggja staði þannig þessa vegferð. Þá erum við bara á svona hátoppi og erum kannski að koma í kjölfar töluverður umræðu sem mér fannst vera í gangi á aldamótin menntamál. Þetta leita Birni Bjarnasyni og fólki sem var þá svo í stjórn í stóru sveitarfélögunum að þá erum við með væntingar og við skrúfum þær svolítið upp vegna sem við ætluðum að leggja svona kraftin í þessi menntamál. Kennaramenntun gerða 5 ára háskólanámi fyrir öll skólastig og við förum að vinna þessa hluti og svo kemur auðvitað ákveðið bakslag í fjármögnun skólastigana allra, ríkisins og sveitarfélagana. Þannig að það kemur, ég vil meina svona ákveðin eyða og í þetta ferli okkar sem hérna þegar greinarskrána kom út 2011, það kemur bara ákveðin eyða og menn viti ekki alveg hvað verður námskrárna. Og ég náttúrulega hef alltaf sagt það að allt námsmat þarf að vera byggt á einhvers konar ramma. Hvað eyða í þessu? Hvað það? Það var bara svolítið þannig, Stefán, að við vorum, ég ætla bara að mínu viti, þarna ég auðvitað skólastyrið út á landi sem var auðvitað kannski aðstæðarhaldi hér í borginni, en það var svolítið þannig að menn voru ekkert alveg vissir hvort að þetta myndi verða að veruleika, að námskráin sem hafði háleit markmið, sem hafði miklar væntingar mikið samtal, færslu úr þekkingarviðmiðum yfir í hæfni, fyrsta skipti sem við tökum íslensku sem annað tungumál, nú erum við að breyta því að þessi íslenska sé ekki heimamál, það koma nýjungar inn í námskráin okkar sem voru metnaðarfullar og væntingar voru gerðar til. Svo það bara til dæmis þannig að það ákveðið, hvort það var 2011 eða 2012, það var ákveðið að fresta innleiðingunni og innleiðingin verður í rauninni alltaf í skötulíki og það þýðir svolítið það að það bara fyrst kannski núna nýlega að menn fara að setjast yfir námskrána og breyta hlutum sem að voru bara ekki vel heppnaðir. Það er meir en áratugur. Já. Hver ber ábyrgð á því að hlutirnir fara einhvern veginn út í skurð og menn draga ekki bílun út úr skurðinu fyrir en áratug síðan? Já, ég vona það, Stefán, til dæmis að þessi umræða sem er í gangi núna verði akkurat til þess að þessi málaflokkur verði leyft upp. Ég hérna hlutdrægur talan komandi inn úr kerfinu, en mér fannst mjög lítill metnaður fyrir skólakerfinu og hef alveg hvort sem það var á sveitarstjórnarstígi eða landsmálastíginu. Við erum ekki ennþá komin á þann stað með leikskólan sem við vildum gera. Sérstaklega fannst mér erfitt að sjá að þegar ég kom aftur hérna til Reykjavíkur 2015, þá fannst mér hafa orðið ákveðið bakslag í metnaði gagnvart skólastarfi hér á höfuðborgarsvæðinu, ekki bara Reykjavík, að við vorum svolítið ennþá föst í því að hafa skorið niður væntingar til hlutana og þar að hluta kemur klárlega þetta verkefni sem að við sátum í þá að það var verið að tala breytingar á brottskráningar einkunnum í grunnskóla og á þessum tíma þegar menn virkilega segja nú ætlum við að innleiða þetta verkefni, það er ekki fyrir 2014-15 sem það gerist og þá erum við hérna í Reykjavík til dæmis að doldið að leggja af stað og sækjum inn í skóla sem voru komnir lengst. Réttarhaldsskóli til dæmis var einn af þess skóla sem ég leitaði til og Jóns Pétur vinnar míns að sko það þýddi þetta bara það að við vorum á óljósum stað. Og sama tíma fannst mér samtalið við framhaldsskólan því að
námskrá framhaldsskólans byggði á því að það eru teknir áfangar og færðir niður í grunnskólan, þannig var námskráin byggð upp, en það samtal hafði einfaldlega ekki átt sér stað. Þannig að þarna... En hver ber ábyrgð á því? Ég meina þetta, þú dregur hér upp mynd af einhverju algjöru, allsherjar rugli. Já, sko, ég ætla bara að fá að segja það að ég held að ábyrgðin hafi að sjálfsögðu legið hjá stjórnvöldum. Auðvitað veit ég það og ég ætla alveg að segja það líka að við hefðum inn í skólunum hefðum átt að kasta fastar fram okkar röddum. Ég ætla bara að fá að segja það líka. Þannig að ég get ekki bara bent á einátt. Ég held að við höfum verið sjálfdálítið óviss og vorum að kljást við þetta verkefni. Það var gríðarlega niðurskurðir. Sama tíma erum við að fá inn, til dæmis að koma hópar barna inn í alla íslenska skóla sem hafa ekki íslensku sem heimamál. Og það verða verkefni sem að þetta urðu svona átök og slagur sem að stóð. Ég ætla samt að segja að mér fannst verða ákveðin breyting sem var leidd af ég ætla að fá að segja það bara hérna upp á áttum mínu viti fannst mér verða breyting þegar ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttir kemur inn og þá er ég ekki bara að tala um menntamálaráðherra sem slíkan, heldur fannst mér við allt í einu og þetta er svo sem áður en ég kom inn í kennarasamband en er þá skólastjóri Reykjavík og er sitt í skóla- og frístundaráði sem skólastjóri. Það fannst mér við allt í einu vera komin í umræðum það að menn vildi í alvörinni sjá, heyrðu, hér er eitthvað að gerast og þá voru þetta PISA niðurstöður sem að koma þar inn í. Hér er eitthvað sem er í gangi, við verðum að búa til betra samtal við framhaldsskólann, þannig við fórum á ákveðin stað. Þannig að mér fannst við verða þá svona, í rauninni fyrsta skipti í langan tíma, komin á þann stað að heyrðu, hér er komið atriði, svo við erum held í sammála að hér sé mjög mikilvægt atriði á ferðinni og þá sko, það var svolítið einhvern veginn hver að benda á annan og menn voru dálítið óvissir og ekki alveg bara fastir hvað er ætlaði að gera af ólíkum ástæðum og það er bara eitthvað sem við sem samfélagi verðum að læra af og auðvitað er í þessum fréttum okkar núna ólíkir þættir sem ég er ekki alltaf sammála öllum en umræðan er mjög góð. Katrín Jakobsdóttir fyrirnefnd, hún var menntamálaráðherra árinu 2009-13 þegar að þetta fer allt í klessu en þú vilt svo meina að þegar hún tekur aftur völdum 2017 þá færi menna að taka til hendinni. Sko mér fannst það sem Stefán, það sem mér fannst gerast þarna ég hef ákveðna samúð með þessu tímabili 2009-2013 að það var auðvitað bara þannig að við sem samfélag niðurskurðirnir til menntamála voru gigantískir á þessum tíma. Við bara, menn skáru allt inn á beini. Þannig að ég er kannski miklu, ég var svektari með það á sínum tíma þegar við ákváðum að fresta innleiðingunni, þar sem við vorum að kalla eftir því, hér eru stóra breytingar sem átt að skila ýmsu og ég tel þar núna að við hafa skilað einhverju, því að staðan sem við erum í núna til dæmis varðandi einkunnagjöf eða samtalið framhaldsskólan er allt öðrum stað. Við vorum mörg að læra. Ég er ennþá alveg sammála til dæmis að þeim sem hafa verið að tala um að það þarf að samræma frekar og betur matskvarða milli skóla og á móti, að því núna er ég ekki bara að tala um grunnskólastigið, þá er ég í tengslum við framhaldsskólastigið þar sem að stærsti árgangur Íslandssögunnar fór upp úr framhaldsskóla í vor og við vorum með rúmlega 90% nemendur sem fengu fyrsta val, sem er bara góður árangur. En við erum svolítið á þessum tímapunkti núna að velta fyrir okkur hvernig við viljum meta og þá skiptir það mjög miklu máli að við horfum á kerfið okkar, hlustum á raddir sem að mér finnst bara vera komnar bara á ágætan stað, veltum upp hlutum sem að við þurfum að heyra, en við þurfum líka að passa okkur á því að taka ekki afmarkaða þætti eins og þetta lokamat og einhvern veginn slíta þú samhengi því að stóra verkefni eru auðvitað og mér fannst þær breytingar sem voru gerðar á aðalnámskrá grunnskóla núna í fyrra og voru kynntar klárlega skrifa áfram. Ég held að við séum komin á þann stað sem að skólameistarar hafa verið að lýsa í viðtölum ykkur og fleiri að þeir telji að það sé komið miklu meiri samkennd og samheldni í þetta þennan skurðpunkt grunnskóla upp í framhaldsskóla. Ég hef alveg sagt þá held því áfram hafandi þekkt það kerfið mjög vel að samrænt próf, skriflegt próf alltaf sérstaklega svo þau voru kannski orðin samrænt próf, þegar ég byrjaði að kenna 1994 þá var vikt samrænt prófsins og svona umgjörn samrænt próf með allt hætti að í dag ef við ætlum að ákveða það að fara aftur á þann stað að hafa eitt bóklegt próf sem gildi í grunnskólanum þá erum við komin úr þeim takti sem að við einhvern veginn hefum hort til skóla sem svona samfélagslegra stofnunar og við erum líka komin úr takti við það sem við þekkjum bara í framhaldsskóla og í háskóla, Stefán, þú kemur í framhaldsskóla. En allt gefur þetta til kynna finnst mér að
menn ráðist í einhverja breytingar með góðum huga og góðum fyrirætlunum, en svo ráði menn ekki neitt við neitt. Það til dæmis bara núna árum saman hefur ekki verið neitt samrænt námsmat að byggja á, menn bara að þið eru hægt að nota það og svo við ætlum að búa til nýtt að það kemur eftir 3-4 ár. Menn ráðast í breytingar sem að mér langar til að ræða betur við varðandi það hvernig við metum hlutina í einkunnagjöf. Af einhverjum ástæðum er farið í það að gefa einkunnir í A, B, C, D og það skilur enginn. Já, ekki svona því. Enginn. Það er ekki svona því. Niður í því foreldrar út all land hvart undan því að þetta sé ógagsætt og gefi ekki neina skýra mynd af því hver staðan ef þetta er. Skólastjórnendur halda jafnvel fram að það sé best að fá B. Já. Sko, það sem ég ætla aðeins að bregðast kannski við fyrst er sko umræðan samræðaprófið. Það er alveg ljóst mál að því að stundum hefur einhvern veginn myndið verið teiknum þannig að skólakerfið eða kennarasambandið hafi sko vil ekki fá mat. Það er í algjörlega á öndveru með því að reynt að segja hvað sem er og hvenær sem er að eitt sem hefur vantað inn í hjá okkur og var til dæmis fyrsta sinn átt að ramma inn með þessum nýjum námskrám, sem er ekki nýjar lengur, voru þessi matskerfi innra mat og ytra mat. Og ég ætla nú að leyfa mér að segja það að í mörgum samfélögum, er Íslandi sveitarstjórnarstigið ábyrgt fyrir leik- og grunnskóla, þá hafa menn bara verið að gera þessi innri matskerfi bara býsna vel. Og þau að gefa fólki til kynna ákveðna þætti sem fólk hefur getið verið að svara. Ytra matið lent út í skurði. Við verðum bara að vera heiðarlega með það því að það fór af stað og því er bara ekki sinnt. Já, því hefur ekki verið sinnt í mörg ár og þess vegna við verið að kalla eftir því í KÍ og vorum með hluta þessari umræðu með matsferilin sem er að koma núna að við yrðum að koma af stað með eitthvað geðamat og sama hátt voru samræðuprófin eins og orðin Stefán í lokin voru náttúrulega orðin svo allt annað heldur en nákvæmlega það og það var að mínu viti meðal annars vegna sem menn voru að fara í lausnir í tölvumálum sem auðvitað bara erfið en ef þú flettur upp síðustu sem prófunum þá endaði það allt út í skurði. Já, en þegar hlutinir lenda út í skurði þá lagar það. Þú hendir þeim ekki og þú lætur, þetta er nú bara eins og í kjarasamningakerfinu sem þú þekkir líka. Margt þeirra samningur tækir það samning. Akkurat. Alltaf í þessu kerfi. Ráðast menn í einhverja breytingar með fögurfyrirheit og svo stendur ekki steini við steini og engin grundvöllur að standa á. Og er þetta ekki einmitt ástæða þess að börnin okkar koma í stórum hópum ólæs eftir 10 ára grunnskólagöngu og annað slíkt inn í framhaldsskólan? Sko, ég er náttúrulega, ef við byrjum bara aðeins á einmitt því, ef börn kom ekki læs og þar erum við alltaf að horfa í PISA þar sem að menn hafa verið að benda á til dæmis Sigríður Ólafsdóttir verið að tala þennan fræðilega texta sem við erum að flaska á. Við erum auðvitað bara á þessum tímapunkti þarna og það auðvitað verða menntaryfirvöld í landinu á þeim tíma að svara fyrir hvernig stóð á því að ytramatið enda út í skurði til dæmis. Ég ætla nú að leyfa mér að bara dálítið að pirra mig á því að ég held að mjög margt í sérstaklega stefnumótun í menntamálum þó ég hefi klárlega, mér hefði fundist verða hér ákveðið skref áfram og þar fannst mér allir 3 flokkar síðustu ríkisstjórnar vera bara í öflugu talsambandi, allavega eins og við upplifum það. Ég er ekki að spyrja stefnumóti, ég er bara að segja af hverju fara menn, brjótu kerfið að henda samrænduprófunum eða henda einhvern skala frá 1 upp í 10, taka svo eitthvað upp eða ekkert og svo bara versnar ástandið í hverju matinn og fætur öðru. PISA-könnunin sem að menn talar svona og ég heyri hvernig þú talar og segja að þetta er nú fræðilegu text og eitthvað, það eru 47% drengja sem að ráða ekki við hans og þetta er samanburður við börn sem að fá fræðilega texta í öðrum löndum. Ástandið versnar og versnar og eini mælikvarðin sem við í raun höfum er þessi PISA. Já, sem er vont, Stefán. Þannig er ég bara algjörlega sammálaður og þarna verði ég auðvitað bara að vísa ábyrgð á þá aðila sem eiga að taka ábyrgð á þessum þætti. Miðstöð menntunar og skólaþjónustu komin í dag og ég ber miklar væntingar til hennar. Ég held að menn séu almennt yfir allt spektrumi. Núna er það þannig að það var við ríkisstjórnarskipti og þar hafa alveg nýjir flokkar tekið við og mér hefur fundist í rauninni sama við hvernig ég talaði fyrir ríkisstjórn eða þeim sem eru þá núna sem hafa kannski verið minna samtal. Allir sammála það, þar séum við komin á þann stað sem við viljum vera. Ég get ekki svara fyrir hvað gerist í gömlu menntamálastofnuninni sem var vissulega komin á erfiðan stað. Það var bara þannig að þar vorum við skólarnir í landinu eða kennarasambandið alveg hiklaust að kalla fram nákvæmlega sem þú ert að segja. Þetta getur ekki verið ástandi því að ég nú stundu verið teknaður upp einhvern veginn sem að ég sé andstæður PISA. Ég er alls ekki þar. Ég hef alveg verið
sko sannfærður það að PISA-mælikvarðinn sé einn af því mælikvarði sem við erum að vinna, þegar hann verður svo eini, þá sitjum við uppi með bara eitt sjónarhorn sem að kemur erlendis frá og við sem samfélag við höfum ekki aðra að byggja. Algjörlega, Stefán. Þess vegna spyr ég, þegar samræmdu prófin fór út í skurð út af þessu tölvukerfi og menn fóru að kenna einhverjum einkarekstur, einhverju rugli í þeim efnum. Af hverju stóðu því kennarasambandinu ekki upp og svo, við bara prentum þessi próf út, ég tók alltaf þessi samræmdu próf bara á pappír og kláraði síðan mitt nám í menntaskóla og háskóla. Af hverju var ekki ráðist í það að færa þá hluti til fyrrahors í stað þess að kasta þessu öllu frá sér og við erum í algjöru myrkri. Sko, það er alltaf ekki kennarasambandsins að rauninni fara að búa til samræmdupróf. Það er alltaf þannig sem er. En sko, þið kölluð ekki eftir því að samræmduprófunum yrði viðhald. Já, ég ætla nú að fá að leiðrétta þar vegna þess að við fengum, það var sko, upphaflega málið sem gerist þarna. Það er bara rauninni þannig, Stefán, að síðasta framlagning samræmduprófuna var með þeim hætti að þeim var slegið og frest út frá því sem þú ert að lýsa ákveðnum bara. Það var bara mjög stórir ágallar á framkvæmdum. En okkur kveiktum við ekki bara á prentaran? Prenttæknin kom hér bara fram á 15. Það er alltaf vegna þess að þessu prófun voru settur svo í störfum þínu bara, það þú kannst tekið í farsíma en það er að prenta þútt með einhverjum gluggum. En þetta var bara afleiðing á þess. Þetta er ekki vandamál. Nei, ég ætla samt að segja það. Kennarasambandið sem slíkt, þetta er áður en ég komin þarna inn, það er strax búin til hópur. Það er strax búin til hópur sem að meðal annars Kennarasambandið átti þátt fulltrúa í, það sem var strax sagt. Þetta er þetta verkefni sem þarf að klárast og komast á dagskrá og það er sem betur fyrir að gera hérna núna. Ég fer miklar væntingar til matsferðilsins og fagna því að það var nú þegar komin umræða í sveitarfélögum landsins hvernig við ætlum að nýta hann. Aðeins að tala um einhverjum að foreldrar skilja ekki. Eitt af því sem ég held að við algjörlega misfarist í sko innleiðingu aðnámskrárinnar er það að við erum á þessum tíma og erum ennþann dag í dag að vinna að breytingu á námsmati. Þegar ég kem að kenna 94 þá voru samræmduprófin og við lukum alltaf skólaárinu með 16-20 blaðsíðna prófin. Þetta var bara svona yfirlestara próf sem að menn tóku saman hvort það var íslenska starffræði náttúrufræði. Þú kannski kannast eitthvað svoleiðis og svo verður þessi breyting að menn telja það að þessar námsmatsaðferðir alls ekki bara Íslandi, bara þvert yfir heiminn segja það sem miklu gáfulegra við förum inn í það að börn fái meira feedback yfir allt skólaárið heldur en að sé bara lesið upp hérna hvernig það verður og það kallar skyndipróf já, bara alls konar og það sem að gerist líka þetta með líka að horfa til þess að börn getur skilað í staðinn fyrir að skila ritgerð, máttu skila vídeóum þú máttu jafnvel semja sönglag þú máttu nýta styrkleika þína og námskráin eins og við teljum þetta er bara þetta er bara hluta þessu rugli sem við viðgengum gerum bara hlutin einhvern Sko, það er alls ekki einhvern veginn og það er kannski það sem ég held að sé aftur umræðan vegna þess að ég hef þetta setið sem skólastjóri og rætt við foreldra barna sem að koma til mín til þess að ræða málin og ég held að grunnurinn liggi ekki í því hvort við köllum það einmitt A, B, C eða D í dag eða hver talan er í hlutölvi. Núna er ég að vinna líka með framhaldsskólanum þar sem að tölulegar einhvernig kom út. Það er miklu frekar það. Í dag er það kannski ekki það sem við þekktum að við myndum að skyndipróf og lokapróf heldur ert að fara að gera ritgerð, þú ert metin út frá því hvernig þú kemur og skilar kynningu og þetta er upp í háskóla líka skilur. Þú getur nota ólíka mælikvarða til þess. Já. Ég ætla að leyfa mér að fullyrða. Ég spyr bara, hvað þýðir B? Sko, það sem B þýðir og er auðvitað það, B þýðir það að þú verður náð þeim heildarmarkmiðum sem skólinn ætlar þér. Það er B. Þannig að þegar menn sé B sé best, þá erum við að orða það þannig að B er rauninni það sem við höfum í gamla daga sagt á sennilega, að því við erum þetta gamlir, þá varum við að tala um 7+, 7 upp í 10. En þetta er aftur á móti vandinn sem við kláruðum aldrei. Þetta er 7 upp í 10? Þá fórstu upp á annað þrep, þá gastu tekið í fjölbrautaskólum, gastu farið í 200 áfanga. En hvað þýðir A? A er þá þegar þú ert farin að náða að fara eitthvað lengra og komið fram úr þeim væntingum sem að grunnskólinn getur gert til. Meir en 10? Meir en 10, í rauninni. Að það sem farin að ná fram væntingunum. En þetta er akkurat vandinn að okkur vantar miklu betri matskvarða og þar hef ég Er ekki betra þá að segja að þú fékkst 7 eða þú fékkst 8 eða þú fékkst 10, bara 10, allt perfekt. Er það ekki skýrara fyrir foreldra til þess að þeir reyna átt að sjá því hvort að barnið kunna að lesa eða hversu gott það er starffræði? Ef að barnið mitt fyrir próf, starffræðipróf eða leysir úr eða býr til vídeó í ykkur starffræðiáfanga og fær 7,5 þá veit ég að það er 75% rétt. En ef að barnið fær
B, þá það einhvers staðar á bilinu 7 til 10. Já. En þannig erum við alltaf svolítið, Stefán, þannig erum við dálítið að tala inn í þennan veruleika sem við þekkjum og við erum ekki fyrsta kynslóðin sem þarna. Ég hef setið fyrir framan krakkana og nú ég foreldri nýlega útskrifaður á grunnskóla. Mér fannst krakkarnir átta sig mjög fljótlega á því hvað var að vera að tala um. Þau lærðu náttúrulega að lesa þetta. Þau stundum móti, get ég alveg viðurkennt að mér stundum þetta var þýtt að við erum svolítið að hvetja til þess að það séu bara verkefni sem eru metin sem komin í einhvernuna þína og svo búa menn til einhvers konar matrixur og það hefur aldrei náðst einhvern veginn að styrkja það matrixu. Ég sitt og hlusta á framhaldsskólakennarana mína sem sitja núna í viðtölum við fólk, krakka og foreldra því við erum komið þangað í framhaldsskólanum að þú skilar tilbaka ritgerð eða skilar tilbaka hópverkefni og þá eru krakkarnir að spyrja út okkur að fæ ég 8 en þau fengu 8,5. Þannig að það líka að mínu viti hluti þessar umræðu það að við viljum bara fá skyndiprófin og punktmælingar sem við þekktum og ég held að sé annað að gerast líka. Ég held að við byrjum frekar seint að fara í þessi samtöl. En þetta verða að vera einhverja punktmælingar og einhverju mælikvarða vegna þess að svo hefur þetta áhrif til dæmis á það hvort að börnin, ungmennin komist inn í tiltekið skóla. Þetta eru gríðarlegir hagsmunir sem eru undir og ef að menn eru með einhverja huglæga mælikvarða í þessu, til dæmis að það ráði för það hvort þú komist inn í menntaskólann í Reykjavík eða einhvern annan skóla, einhvern lagari, hvernig þú stóðst þig í einhverju kynningu sem að kennari metur. Guðrún kennari metur þetta með allt öðrum hætti heldur en þú eða ég. Þannig er þetta akkurat að vísa þess ég er að segja og hafandi setið í úlingaskóla, frekar stórum úlingaskóla, í þessu ástandi, þar sem við fengum litlar leiðbeiningar með námskráa sem var þá klárlega ekki á réttum stað og hefur verið lagfært og ég viti það að menn vilja ganga lengra og menn hafa að tala um endurskoðun námskrána. Ég held að það sé gott skref að velta því fyrir sér og ég er ekki endilega talsmaður talna frekar heldur en einhvers annars. Það eftir þessi hugmyndafræði okkar með það að við látum meiri upplýsingar frá okkur heldur en bara punktmælingu á einhverjum stað. Og það er auðvitað bara að því er þetta gamall. Þegar menn voru að láta samræmduprófin ein duga sem mælikvarða á nám. Menn höfðu nú þetta próf sem einhvern Já, ég er þetta gamall ég er eldri en þú. Þegar ég kem inn í skólakerfið þá er þetta stóri dómur. Ég lærði það sjálfur sem nemandi, ég kem hann inn sem kennari. Og ég tók stúdentspróf þegar maður tók próf í öllum áföngum í framhaldsskólanum. Það var aldrei eitthvað svona símat í mínum áföngum, maður þurfti að standa prófið alltaf. Það sem gerðist auðvitað þar, Stefán, var það að þar sáum við á köflum börn, sérstaklega með félagslega sterkt bakland sem að voru kannski búin að vera, ég vil ekki segja slá slöku við, sem orðað þannig, nemendur sem voru með sjálfströst í próftöku. Því að það er alveg þekkt staðreynd að það er ólíkt hvort að ég að þú getum sest niður og svarað 24 blaðsíðum á prófi og svo var það klárlega orðið þannig að prófin voru hugsuð sem flokkunarkerfi ekki eftir skólum, heldur hvort með fjallu eða stóðu. En þú veist, lagi fallum í 4,9 ræðist af þessu. Þannig að andrúmsloft prófsins var svolítið þannig, svo ég tek íktast að dæmið, að ég gat bara farið 3 vikum fyrir próf, keypt mér einhvern tíma út í bæ, sem var virkilega að gerast, og ég gat komið inn í prófið, búin að lesa Gíslasögu, alveg í drepp, og fengi punktmælingu út frá þessari, auðvitað ekki bara þessari stöðu minni, en þessari stöðu sem var þarna og svo fór ég upp í framhaldsskóla og var kannski ekki tilbúin til að takast á við það framhaldsskóla sem var. Þess vegna eru til prófeinkunnir, þessu skólaeinkunnir sem þú þekkir. Og þegar það er að byrja, Stefán, þá erum við með algjörlega sama samtalir. Þá segir mér, hvernig ætlar að Maggi íslensku kennari Breiðholtsskóla að geta gefið einhverja einkunn sem er eitthvað öðruvísi heldur en samræmdupróf. Það er þetta samræmdupróf sem gildir. En þetta er ekki samræmanlegt. Nei, og það sem gerist þarna núna, þegar við vorum á þessum stað, þá er sagt, nú ætlum við vera með samræmda einkunn og skólaeinkunn og svo var mix af henni. Og svo á ákveðnum ástæðum ég auðvitað á þeim tíma, þetta er náttúrulega komin 20 ára síðan, mér fannst prófin, samræmduprófin, vera komin á þann stað að þeir voru fyrst og fremst hugsuð sem einmitt flokkun og fallin eða staðinn. Og lönd sem eru í kringum okkur núna með samræmdupróf, Bretarnir til dæmis, við vorum þarna svolítið að stóla á það að börn sem ekki náðu þessum prófum, að þau ættu möguleiki í atvinnulífinu eða við værum búin að byggja upp kerfi gagnvart því sem er ekki í dag. Þannig að það sem er hluta þessu það að framhaldsskólinn verður fyrir alla og þá þýðir það að þessi mælikvarðallir sem höfðu verið í gangi verða ekki þeir sem að rýma við bara hugmyndafræði og þarna er ég að tala um allt skólastig í gegn að skólinn eigi að verða móttökustaði fyrir alla. Hann var það ekki, Stefán, 2001, 2002, 2006 þá var það þannig. Skólinn er
verkfæri fyrir okkur til að mennta börnun okkur til lífið. Akkurat. Og þessi hugmyndu skólan aðgreiningar auðvitað komin líka út í skurð. Hvaða sanngirni liggur í því að nemandi 2 nemendur fá B, annar þeirra hefur sannlega fengið 10 og hinn 7. Ég skil ekki hvernig þú segir að þetta sé á bilinu 7-10. Hvernig getur þessi mælikvarði bara verið sanngjarn og réttlátur í kerfi þar sem verið að meta hæfni fólks? En mistökin mín eru kannski svo í raunin að tala tölur. Vegna þessi rauninni þetta svolítið bara þannig að þú tikkar í box og við náð ákveðnum hæfileika, þá verður fengið B. Þá er þetta alltaf afstætt. Já, afstætt. Sá sem að fær tökum starffræði, sá sem að leysir 70% æmanna sem er lögð fyrir hann rétt. En annað sem gerir 10, það er sko eðlismunur á þeirri frammistöðu. Sem gamall stærðfræðikennari, Stefán, þá get ég alveg verið sammálaður því. Ég fæ strax hrogn við tilvísunum. Nákvæmlega, ég get alveg verið sammálaður því, en það er aftur á móti bara þannig að við höfum fengið inn verkefni sem að núna hefur samfélagslegu þáttur skólans á að vera allt öðrum stað. Við viljum að börnin okkar geti staðið upp og haldið kynningar, viljum að þau ná að tilengja sér hæfni og gera hlutir um hætti. Ég meina, menntastefna 2030, sko fögur fyrir heitt, orðasalat og orðavaðall allt og ekkert það hvað börn eiga að kunna að geta. Er ekki betra að byrja á því að börnin kunna lesa áður en við ætlum að setja okkur þetta markmið að fólk verði svo stórkostlegi borgarar að sko renesansins, hann bara bliknar í samanburðinu. Já, en sko ég held við reynum aðeins að tengja þetta inn í einmitt orðasalatið sem að Atli Harðar, góði maður, talaði sko, sem hann reyndar var ekki búin að nýjast útgáfan á námskránni, en hún er mun betri. Málið er alltaf bara það, Stefán, við þurfum sem samfélag og að mínu viti ennþá mikilvægara fyrir lítið samfélags okkar að doldið áttugur á því hvað við ætlum að gera. Þú sér skólan aðgreiningar sem komin út í skurð. Mér finnst erfitt að tala þannig. Ég er alltaf alveg upp í litlu sveitarfélagi og ég þekki það að skólinn í sveitarfélögunum landsins er bara fyrir alla. Það er ekkert möguleiki fyrir þig að þú býrð á Bíldudal eða Vopnafirði að þú sendir barnið þitt í skóla einhvers staðar annars staðar. Og það er auðvitað eitt af þeim verkefnum sem við höfum sem samfélag. Það er alveg rétt, en skólinn á sama tíma ekki fallið þá gryfju að taka alltaf lægsta samnefna Nei. Og það er það sem að menn hafa tilhneigingu til að gera, einmitt vegna sem menn óttast að börn upplifi sig utanvelt og að börnum líði ekki vel í skólanum og þá keyra menn þetta niður. Ég fann þetta meira segja á sínum tíma þegar ég var í háskólanum. Þá voru einhverjir nemendur að kvarta því að það væri verið að kenna og þungar bækur og kennarar svitnuðu á efrivörn og fóru að velja eitthvað léttara námsefni. Í stað þess að skrúfa bara upp erfiðleikastuðlinn og fella fleiri. Þú veist að munur á háskóla og grunnskóla eða leikskóla sérstaklega, með framhaldsskólanum er 96% barna, er það við sem grunnskóli, þegar við verðum líka að vera heiðarlegir með það, að grunnskólarnir sem voru í kringum aldamótin voru líka að velja út börn. Við vorum á þeim stað að telja grunnskólinn væri ekki staðið fyrir ákveðna nemendur. Það var bara þannig, nemendur með mikla hegðunarörðuleika, nemendur með brotið bakland, nemendur sem að byggja við ákveðna fatlanir. Þetta var bara sjálfkrafa einhvern veginn þannig að á þeim tíma sem ég er að byrja þá að vera að reka börnum skóla 14 ára. Þú verður allavega að tryggja það að ég veit ekki, það er ekki rétt að tala frávik, en til þess börn með hegðunarvanda og annað, að þau drægi ekki úr möguleikum eða rétti annarra barna til þess að njóta þeirrar menntunar sem að við gerum kröfu til. Þannig að það sé ekki 47% drengja 15 ára sem kunni ekki að lesa. Og þess vegna stegið, og það sem að mér hefur fundist vera, einmitt það sem ég vil að við einhvern veginn tökum inn í umræðan er það, að við eigum að byrja miklu fyrr átt og gráði hvaða börn eru sem að þurfa aðstoð. Ég vil meina það og því ég hef nú sem betur verið bara í frekar farsælu sambandi þegar ég verið að vinna í grunnskólanum bæði við leik og framhaldsskólanum mína, reyndar vegna þess að ég auðvitað með ákveðna tengingu í lítið samfélag út á landi, það sem samtal er einfaldara og svo hefur verið í Breiðholti sem hefur haft áratuga reynslu af miklum samtölum. Að við eigum að geta séð mjög snemma á skólagöngu barns hvar skóinn kreppir. Og það sem að við þurfum að gera, að við þurfum einhvern veginn að horfa til þess að við erum hérna með einstaklinga sem að við viljum að verði hluti af samfélaginu. Því það er þjóðhagslega óhagkvæmt að við séum komin á þann stað að við getum ekki komið 16 ára unglingum eftir grunnskólagöngu
út í virkni í samfélagi. Það mjög mikilvægt. Algjörlega. Og það má ekki koma niður og öllum. Nei, og þessi dans, Stefán, sem við erum alltaf að tala þetta þessi dans sem að ég virkilega vona, ef þú kallar það orðastað, ég ætlum ekki alveg að vera þar, en ég alveg sammála því að þetta víðtækt skjal og það þarf að vera afmerkaðra og ég vona okkur takist og byrja auðna til þess að þessi skref sem á að taka á leiðinni verði svakalegt orðasala í kafla 6.3, svo ég aðeins grípi niður í þetta, segir félags- og tilfinningafærni mikilvæg undirstaða farsælsnáms og þroska og veigamikill þáttur geðræktarstarfs í skólum. Hún snýr meðal annars að því að geta skilið og tekist á við eigin tilfinningar, átt farsæl samskipti og tengsl við aðra, sett sér markmið og tekið ábyrgar ákvarðanir. Rannsóknir sýna markviss efling félagstengsla og tilfinningafærni meðal barna og ungmenna hefur jákvæð áhrif á flest sem viðkemur skólastarfi, svo sem hegðun, námsárangur, skólasók, samskipti og skólabrag. Þessa færni þarf að kenna og æfa kerfisbundi rétt eins og lestur og ritun og því mikilvægt að hún fái fastan sess í skipulagi kennslu skólastarfs og öllum skólastigum. Þetta þýðir, barni sem þetta þýðir ekki, það skilur þetta enginn og það getur enginn framfylgt. Ég er náttúrulega ekki ritstjóri texta. Þeir segja æfa kerfisbundi rétt eins og lestur og ritun. Af hverju hólfa menn þetta ekki inn og segja náum tökum á lestrinum og ritunni og starffræðinni og náttúrufræðinni og enskunni eða dönskunni eða hvað það heitir áður en við förum að tala með þessum hætti. Þetta þýðurinn bara, ég ætla ekki að taka, auðvitað orðarsalati mikið, þetta snýst auðvitað bara það að barn á námsframvindu þar líða vel. Og ég algjörlega talsmaður þess að við erum á þeim stað sem samfélag að ólíkur bakgrunnur, ólíkir eiginleikar eitthvað sem skólum þarf að horfa til. Þannig í mínum skólum þá vorum við að vinna því að vera með svona lítil átöka sem vorum með bekkjarsfundi sem vorum að takast á við félagsverðinverkefni. En hvort skiptir meira máli að börnum líði vel eða að þau komi vel menntuð? Stefán, frá því ég byrjaði í 94. Ég leið oft ofboðslega illa í skóla meðan annars vegna þess að ég var stressaður út af einhverju prófum og slíku. En að lokum koma þó með einhverja menntun út úr kerfi. Ég kunni að lesa þegar ég kláraði 10. bekk. Ég held að auðvitað erum við viðkvæm fyrir þessu sem skólastofnanir og lestur. Þegar ég var að útskrifast 94 þá var mér kennt að kenna lestur, skrift og reikning. Alveg klárt. Og við erum alltaf þar. Illugi Gunnarsson, þegar hann var menntamálaráðherra, þá gaf hann út hvítbók læsi sem að við svona, okkur fannst kennarar hefði þurft að vera meira með henni. Frá þeim tíma, þá ætla ég að leyfa mér að segja það að öll sveitafélög hafa verið að setja sér stefnu læsi og menn vilja gera það. Það einmitt á þeim tíma sem að menn fara að segja, heyrðu, getum við ekki fengið leikskólan inn í þetta verkefni og koma til að jafna aðstöðu barna. Og það þetta bara eitt af þeim verkefni sem ég sakna í umræðinni. Að við erum sem samfélagi í dag eru 20% barnan okkar ekki með íslenskum sem heimamál og mjög stór hluti þessara barna til dæmis bara í snertingu við íslenskt málumhverfi í skólanum. Það alltaf öðruvísi heldur að við vorum að vaksa upp í skólanum og hefur verið eitt af þeim verkefnum sem við höfum verið í vandræði með. Stórt viðfangsefni. Annað sem ég hef miklar áhyggjur á bara að upplifa ennþá núna að stöðuleiki í starfsmannahaldi erfiður og þegar við erum á þeim stað þá erfitt fyrir skóla að marka sér stefnu því að ef þú ferð að því þarna á þessum þegar hvítbókin kemur frá Illuga þá ég komin hingað þá á þeim tímapunkti og frá þeim tímapunkti 2015-16 þá hafa verið rosalega markviss vinna verið unnin varandi læsiskennslu í Reykjavík. Svo sjáum við það gerast að skólar að fara upp og niður í þeim mælingum sem eru þar og þar ætla ég leiða mér að segja við getum verið með beina tengingu í stöðuleiki starfsmannahaldi og við erum auðvitað á þeim stað í dag að okkur vantar 70% af kennurunum inn í leikskólastigið þannig að það er augljóst mál ef við ætlum að gera kröfu til leikskólana til að fá að klára þá verðum við með kennara við störf. Í dag, Stefán, erum við komin upp í Reykjavík líka. Ég er út á landi varðastundum þannig, okkur vantaði fagmenntaði kennara, að ég verið þar. Í dag eru óstaðfestar tölur sem ég er að heyra en í fyrra voru 18% að við séum á þeim stað að 20% kennari í Reykjavík séu ófaglærðir. Það þýðir auðvitað bara það að börnin okkar sem eru að koma því miður það dálítið tilhneigingin að leiðbeinendur lendi á yngstu stígunum að börnin okkar að koma inn í þetta umhverfi jafnvel með þennan bakgrunn að vera ekki með sterka íslensku á heimilinu og við erum ekki ná því út úr því sem við viljum gera. Það óháð stefnumótun, það bara fólki á gólfinu. Ég horfi hér yfir þetta menntakerfi okkar og frá kannski árinu 2011, ég veit ekki á hvaða punkti og manni finnst að menn hafi tekið rangar ákvarðanir og ekki fyllt hlutum eftir þeirri staðfestu sem að þurfti til. Það svona alltaf ekki að spyrja þér hreint út. Voru það ekki stórkostleg mistök að færa kennaranámið á öllu skólastigum upp í 5 ár?
hefði ekki verið bara hefðu mönnum ekki verið lógalagi til þess að fjölga menntuðum kennurum og til þess að auka aðgengileika fólks að þessari mikilvægu starfsgrein að hafa þetta 3 ára BA eða BS-nám og svo gætu menn eftir efnum ástæðum eða vali bætt ofan það masterspróf. Alls ekki, ég algjörlega ósammála því að hafa tekið það móti fólki. Hins vegar, Af hverju ertu ósammála? Vegna þess að við viljum gera kröfu á þá einstaklinga sem eru að mínu viti að standa vörð mikilvægasta kerfið okkar. Ég þar. Þetta veit ég að heilbrigðiskerfið skiptir máli, vegakerfið, allt það, en mín hugmynd bara svo að menntakerfið sé okkar mikilvægasta kerfi. Þannig ég ætla að fá að tala kennaranámi í 2 hlutum. Annars vegar þessu 5 ára námi sem þýddi það að þangað inn átt að koma ólíkir þættir. Það átt að verða meiri... eins og ég mentast þetta bara endalaus orðaval. Nei, bara Stefán, bara... Er ekki þetta að menta fólk til þess að verða öflugur leikskólakennari? Öðru svona láta fólk sitja á skólabekki í 5 ár, hefðu ekki 3 ár bara dugið því samband? Ef þú spyr mig, þá ég nú alltaf litið þannig á það að það sé jafnvel ennþá mikilvægara að þeir sem að kenna 2 ára barni hafi sterkan akademískan bakgrunn heldur en þeir sem að kenna 18 ára barni sem hefur myndað sér sjálfsmynd. Að þú þurfir sterkari akademískan bakgrunn til þess að kenna 2 ára barni? Barn sem að komin á máltökualdur, barn sem að byrja að rækta félagstengsl, í leikskólanum býrðu til grunninn sem skiptir máli. Hvernig bara drögum við 2 lífsandan? Já. Ég var á leikskóla á Patreksfirði þar sem voru algjörlega ófaglærðar konur. Já. Og ég hef bara ágæta stjórn á íslenskri tungu. Já, en það ég treysti, eitt af því sem við höfum lítið rætt hérna, sem auðvitað bara einn partur sem við höfum að horfa til, að það eru breyturnar sem eru fyrir félagslega bakgrunnur og ég held að við séum stundum svolítið aðeins að hlaupa fram hjá því að við höfum, það líka breytt samfélagsgerð varðandi hinn félagslega bakgrunn. Ég átti ömmu og afa sem heldur mér, ég átti samfélag sem ég var líka farin að vinna 12 ára gamall. Þegar ég ungur, Stefán, þá fæ ég 10-14 unglingabækur í jólagjafir. Eða því ég nú með reynslu af því að vera með sennilega öflugasta bókasafnsvirðingu fræðing landsins upp í Breiðholti. Fræg undur öfn. Það ekki ein bók, Stefán, í ár búið að gefa út eina bók á íslensku fyrir unglingastig. Og þá að tala lettlesta bók. Þannig að þegar við erum að senda strákan okkar sem eiga að vera að lesa, þá eru þeir að lesa góðar bækur eftir menn eins og Bjarnar Friðsson eða Gunnar Helgason eða Ævar eða Þorgrímur Þráinsson. Og hér jafnvel farin að fara að lesa þar aftur, skilur. Það er ákveðin partur, Stefán, sem ég held að við þurfum sem samfélag að horfa einhvern veginn inn í að eitt verkefni okkar í skólanum það að við erum svolítið núna að sitja upp þetta að alls konar svona hliðarverkefni, annars af því þú ert alveg på landið eins og ég held að við skiptum okkur máli að 13 ára gömul vorum við komin inn í ákveðna unglingavinnu eða ákveðið hlutverk í samfélaginu. Í dag það ekki og skólinn, nýjasta umræðan það hvort við ætlum að lengja skólaárið til þess að stytta sumar í barna, þá vorum við komin svolítið að þessu umræðu sem ég held að við sem samfélag þurfum að horfa inn. Já, það þarf nú ekki að lengja skólaárið, þið eru að biðja undanþágu til þess að tvítelja skólaárið. Já, það var nú svolítið skrítin umræða, Stefán. Já, hún til staðar. Já, ég skal að fara ekki það. Ég ætla að fá að vísa hér í viðtal sem við tókum við kennaranema, Söru Júlíusdóttur, sem að fékk nú yfir sig aldeilis reiðilesturinn úr mörgum áttum í kjölfarið. Við upplýsum það hér 18. ágúst og þú nefnir mikilvægi þess að kennarar á öllum skólastigum ljúki 5 ára háskólanám. Það er hægt að ljúka kennaranámi án þess að læra að kenna lestur. Hvað í gangi? Ég fannst þetta bara, ég fekk nú sendið mitt vídeóið áður en að þið komum við réttina og mér fannst bara Sara bara komum mörgur... Og mikil tími fyrir að kuppa og fann... Já, ég ætla ekki að fara kannski alveg inn í það, en það sem að ég er að biðja að gera það vegna þess að þegar ég les, ég er ekki inn í kennaraháskólanum eða menntavísindasviðinu. Ekki heldur. Það sem ég ætla aftur að segja, sem ég er algjörlega, því við vorum að tala um kennaranámið, það myndi aldrei vera að hugsa ef þú þarft að útskrifa fleira flugmenn, þá styttum við flugnámið eða fleiri hjúkrunarfræðingar, þá styttum við námið, en þetta er orðið eitthvað svona lenska í okkur sem bara ekki rétt. Hins vegar hef ég verið, og áður en ég var formaður Kennarasambandsins, hef ég reglulega farið gegnum það að við þurfum að setjast yfir hvað sem kennaranámið að gera og þar hef ég fannst mér frábært sem Sara nefndi sem að ég hef bara oft tekið upp á vettvangi hvort sem ég var kennari þegar ég var byrjað að vera stjórnandi þegar það verður þessi breyting það þetta bara mikilvægi þess að kennarar fái mér að vettvangsnám og mér varst hún tala frábærlega í það vegna þess að ég get alveg sagt það Stefán það er ekkert mál, jú, það er alveg mál að setjast niður og lesa hvernig þú kennir og lestur á að sjálfsögðu vera
skyldu að fá í öllum kennaranemum. Mér alveg þar. Ja, hvað þú veist, þetta bara, maður skoðar hvert atriði á þetta öðru og það bara eins og að menn hafi verið störblindir að störfum við þetta. Já, ég held ekki, bara aftur, að mörguleyti, mér fannst, ég get ekki alveg kommentarað á föndrið eða hvernig það allt var. Ég hef alveg líka verið í háskólanum eins og þú, þar sem að koma áfangar sem ég fannst ekki endilega skila mér neinu, en heildarhugsunin að vera með akademíska menntun skiptir mjög miklu máli. Ég hef alveg 30 ára háskólamenntun akademísk? Nei, hún ekki, í dag bara innvols BS-menntunar á þeim stað að þar leggjum við ekki svo mjög kröfur og við gerum þegar við komum upp í meistaranám og það þetta bara skýlaus krafa okkar að mikilvægasta kerfið búi við bestmenntaða fólki. Það bara algjörlega. Af hverju gerir þá ekki kröfum doktorspróf? Vegna þess að þá ertu komin, þú þarft ekki að vera, það doktor til þess að vera hjúkrunarfræðingur? Við viljum ekki gera ríkari kröfur til sérfræðinga í skólakerfinu heldur en í heilbrigðiskerfinu. Við viljum að gera sömu kröfur til sérfræðinga í menntakerfinu eins og í Ég held að ég geti gert mikla kröfur til kennara þó þeir séu ekki endilega með 5 ára háskóla. Ég ekki viss mér finnst akkurat eitt af því sem að þetta, þú kallar það orðasalat, leyfum okkur að kalla það en hluti kafli varðandi í kennaramenntun. Það eitt af þeim verkefnum sem að við þurfum að horfa áfram og ég hef verið gagnrýnandi hluta í kerfinu síðustu 15 ár. Bæði á vettvangi sem skólastjóri og í þeim trúnaðarstörfum sem ég var og ég tel okkur þurfa að bæta ýmislegt og í kennaranáminu þá viljum við fá miklu meira samtal það einmitt hvað það sem að við viljum að börnin okkar, nemendur í kennaranámi séu undirbúin undir. En það sem að ég fer ekki ofan af og ég held að það hafi verið mikið afturábakskref á sínum tíma þegar menn dró úr vægi vettvangsnáms og ég held að það hafi bara, ef við bara tölum íslensku, það var bara að kostaði pínu að senda kennara oftar út á vettvanginn vegna þess að þegar ég sitt við því og segja, Stefán, nú ætlar þú að taka móti barni með ákveðna greiningu eða ákveðið verkefni. Við getum talað saman það, en svo þegar þú kemur í aðstæðunar þá ertu að upplifa hluti sem á allt öðrum stað og þar held ég að mér finnst það vera stóra verkefnið okkar því það hef ég upplifað sem skólastjóri gegnum síðustu 15 árin að fá upp til mín kennaranema sem orðnir svo kennarar að þar það verkefnið sem að snýst það klárlega læsið. Svo það bara nemendur sem við sem samfélag viljum að fara í gegnum skólakerfið okkar og koma út þjóðhagslega hagkvæmir svo við bara slettum því og svo bara samskipti sem í dag við foreldra, við umhverfið. Það hluti sem maður vill að kennaranemi sé búin að hugsa með þessu, heyrðu, ég get gert þetta. Og það ekki bara að kenna kennaranemum hvernig þeir ná aga á nemendum, að hafa stjórn á fólki, að það sé hægt að kenna börnum að lesa og reikna og náttúrufræði og annað þeimdur og menn, ég bara spyr vegna sem ég svo miklu sjokk eftir að hafa lesið öll þessu gögn. Ekki komin tími til þess að menn bara fókusera á það sem skiptir máli? Sko, Stefán, ég held að, og það kannski það sem hvað segja, þegar við vorum á þessum tímapunkti núna og svo ég haldi áfram að segja það, mér fannst, ég náttúrulega bara nýr þarna, ég 4 ára mitt í að kenna samvættinu, en mér fannst ég ganga inn í umhverfið þar sem að það var komið samtal á sem var, og þá ég ekki bara að tala menntamálaráðherra, menn á svolítið verið að einblína á Guðmundinga eða menntamálaráðuneytið. Mér fannst við vera á þeim stað að eiga talsambandið, háskólaráðuneytið, Áslaugu Örnu, við vorum auðvitað alltaf fjármálaráðuneytið með, við vorum inn í hlutum. Það sem mér fannst við vera komin á eitthvað svona stað, þú veist, við ætlum að fara að gera eitthvað hérna. Og meira sem þegar PISA niðurstöðurnar komu síðast sem kom ekki nægilega vel út, þá settist mér niður og það voru þarna í framhaldi aðgerðir og svona hluti sem voru að tekna einhvern veginn upp. Og ég bara vona það að við höldum áfram vegna þess að við erum öll sammála það, við viljum fá meira út úr kerfinu okkar. Og þess vegna get ég alveg tekið undir það, þú veist, ég akkurat, þannig ég ætla ekki að reyna að verja eitthvað við þig hérna. Ég hef alltaf sagt, það svo ofsalega margt hægt að skrifa, en svo þarf að fara að gera eitthvað. Og ég ætla að leyfa mér að lýsa pínu áhyggjum af því að við höfum til dæmis, eitt af því sem við töldum vera algjörlega öruggt var það að eitt af því sem við erum í miklum vanda með eru námsgögn. Við höfum bara því miður ekki sett peninga í námsgögn. Þannig að þegar ég og þú vorum í skólanum, þá voru einhverja bækur, það ennþá verið að nota það 30 árum seinna jafnvel, sko. Og þetta peningur sem að einhvern veginn allir hafa staðið klára á. En þegar það kemur að því að
bara samþykkja út frá Alþingi, þá setja menn fastir í einhverjum öðrum málaflokkum og menntamálin lenda svolítið til hliðar. Og það er þetta mín áskorun í dag. Það er dýrasta grunnskólakerfi í heim. Já, við erum svolítið, við getum alveg setja ekki einhverju umræðu það, að hluta til hvar það liggur. Ég er þetta vant enga peningin í kerfið. Ég ekki alveg sammálaður því, það er að deila með öðrum hætti einhvern nátt, menn stór hluti í þessu bara það, hvað viljum við halda í? Ég er nýkomin frá fundum í Norðurlöndunum þar sem að myndi hvergi nokkuð staðar einhverju dett í huga að vera með skóla fyrir 5 börn. Við erum að gera það. Það eru þetta til dæmis efnahagslega óhagkvæmt kerfi að vera með litlu skólan okkur út á landi sem viljum vera halda í, held ég. Dreifbýlt land, þú veist, það er eitt partur. Við höfum verið að gera vel við fólkið okkar þegar kemur á húsnæði, þannig að sú talar einhverju stað. En ég bara, þú veist, ég get alveg tekið undir það hérna. Ég held að menn hefði í gegnum tíðina þá hafa hlutirnir ekki verið með þeim hætti sem ég hefði viljað sjá þá og þegar ég er hérna núna í þessu hlutverki sem formaður Kennarasambands Íslands þá geri ég svolítið þá kröfu á það að við getum sest niður, einmitt tekið svona umræðu, ekki verið of hörundsár fyrir því sem við okkur sárnar, auðvitað sárnar okkur ýmislegt umræðu. Mér varst erfitt að sjá menn dálítið taka út Fellaskóla sem ég held að sé einn af 5 bestu skólum í Evrópu, þannig bara þannig, minn skoðun á þeim skóla. En við verum tilbúin að taka á því og svo verðum við að stóla á það. Það er mín áskorun til ef einhverjir stjórnmálamenn eru hérna að halda. Eru allir að hlusta á þennan? Ekki, þeir eru bara að þora því að setjast niður og tala vegna þess að málið er það með öll svona kerfi, Stefán. Að kerfin, ef þú kemur inn að ofan bara og hendir svona orðasalati í einhvern, ég ætla ekki að tala illa um þetta blað, þá er það bara þannig að þú ert kennari í 3. bekk í Bolungarvík. Þetta er bara hneyksli. Nei, það er ekki sammála því. Þetta er algjört hneyksli. Þetta er fín umgjörð alls konar hluti. Það vantar aðgerðaráætlanir, það vantar matsramma, það vantar þetta sem við... Þetta er umgjörð alls konar hluti. Þurfum við ekki bara að fá Björn Bjarnason aftur í menntamála? Já, ég ætla bara alveg að leyfa mér að segja það. Mér að Björn Bjarnason gera bara margt vel á sínum tíma. Aldamótin gáðu mér ákveðna von sem ég held að menn hafi keyrt inn í. Það er aldar fjórðungur síðan. Já, búin að byrja upp. Og það er allt í klessu. Nei, það er ekki allt í klessu. Því það er eitt, Stefán, sem að nú veit ég skil ekki einu svona stundatöflu barnanna. Nei, þá skora ég á þig áður þú ferð að svara í 10. bekk. Hóaðu nú hérna tíma hjá skólastjóranum og fáðu það í gegn vegna þess að ég... Hvernig á ég að skilja tíman sem heitir hringekki? Þetta er þetta bara tóm þvæl? Nei, takt síman, hringekki er í geggjaði tíma, Stefán, trúðu mér. Mjög góð skólastjóri og góð skóli, ég er ekki að gegna það. Ég held að mér langar svolítið að segja það vegna þess að þegar við erum að tala hérna þá er að því ég nú bara var inn í Reykjavík og horfði á tölur ánægju gagnvart skólanum, þá er ég bara að tala um foreldrar. Þá megum við ekki tala eins og við séum með allt í rúst vegna þess að það er ekki þannig. Það eru mjög margt í gangi hérna og heilt yfir, þess að þú segir ánægð með skólastjórann, ánægð með skólann, tökum það, en sko, við höfum tækifæri með matferlinum, við höfum tækifæri með því en í alvörunni farast það aftur innra mat, búa til ytra mat, búa þetta til og við tökum svona umræðu öll skólastigin, leikskóli, grunnskóli, framhaldsskóli. Það þarf að taka þetta skjal, setja þið tætaran og stytta þetta 70%. Í fyrsta leið til þess að einhvern nenn að lesa þetta annan en ég og þú, og öðru leið til þess að við myndum þá skilja þetta. Já, ég held reyndar, Stefán, að við munum sjá það. Já, ég ætla að leyfa mér að segja það, því það er þetta menntamálaráðherra núverandi að standa í því að þetta skjal verður aldrei til nema menn vinna úr því aðgerðaráætlanir með tímasetningu, markmið og getum mæltu. Það er alveg skipt í mínum huga. Guðlátti gott að vita í því. Magnús Þór, þakka kærlega fyrir upplýsandi samtal. Það er afar mikilvægt að við getum rætt þessa hluti af hispursleysi. Algjörlega sammála. Og gangi vel í þínu störfum. Takk sömuleiðis. Ég ætla að fullyrða að þetta samtal hafi verið upp á 10 en ekki B. En hér eftir skamma stund þá er það Daníel Jakobsson frá Arctic Fish á Ísafirði. Gjörðu svo vel. Ristnan á leiðinni niður. Gott eða slæmt? Cardio. Einfaldari útgjöld. Komiði sæla nýju. Við þökkum Magnúsi Þór Jónssoni, formanni Kennarasambandsins, fyrir þetta athyglisverða og upplýsandi spjall. Ég kom með annan gest úr allt annar átt og annar staðar á landinu hingað til mín. Það er Daníel Jakobsson sem er forstjóri fyrirtæki sem nefnist Arctic Fish. Við heyrum stundum þetta fyrirtæki í fréttum og nú síðast út af slysasleppingum sem að menn haldað hafi orðið í Dýrafirði og við ætlum að ræða hér við hann næstu mínúturnar starfsemi eldisfyrirtækja á Íslandi og hvaða áhrif þau eru að hafa bæði á lífríki og ekki síður samfélagið. Heill og sæll. Sæll og blessaður.
Þakka fyrir að koma hér á svæðið. Ég veit að þú hefur haft í mörg að snúast að undanförnu, ekki bara í sambandi við laxaræktunina, heldur líka fjármögnun fyrirtækisins. Þið standið í stórræðum á mörgum vígstöðum. Já, við vorum í dag þessari viku að stækka efnahagsreikning fyrirtækisins. Fórum í hlutafjáraukningu þar sem að 2 stærstu eigendurnir komu inn með nýtt hlutafé upp á 5 milljarða. Og það svona bara gert til þess að styðja við áframhaldið vöxt fyrirtækisins, en líka náttúrulega bara erfiðar aðstæður. Það hafa verið mjög lág verð á þessu ári og það þarf náttúrulega að eiga fyrir þeim fjárfestingum sem við ætlum að fara í. Þannig að núna erum við í stakk búnir til þess að halda áfram í mjög öflugri sókn bara næstu árin og höfum gefið það út að við ætlum að framleiða 25.000 tonna laxi árið 2029 og að þessu ári erum við að framleiða það byrja 14.000 tonn. Þannig að þetta svona nánast tvöföldun sem við erum að horfa fram á næstu 5 árin, eitthvað svo leiðis. Ræðans betur við eftir uppbygginguna framundan. Mér langar kannski til að fá því að þú getur í stuttu máli sagt sögu fiskeldisins fyrir vestan, því að þetta í raun og veru, þó umsvifin sé orðin gríðarleg, mjög stutt saga. Já, sagan enda tiltölulega löng. Það var þegar ég var ungur drengur á Ísafirði, var alls konar tilraunir í Reykjanesi með landeldi þar og auðvitað hafbeit líka. Svo kemur tímabil þarna í kringum 2000 þar sem menn fari í þorskeldi. Þannig að þegar að svona laxeldisævintýri byrjar þarna upp úr 2000, skulum við segja 2005, þá til ýmis búnaður úr þorskeldinu og seiðeldisstöðvar og eitthvað svoleiðis. En svo þetta í raun og veru kannski svona í grunninn 4 fyrirtæki sem fara á stað. Það annars Matthías Garðarsson sem stofnar Arnarlax. Svo fyrirtæki sem heitir þá Fjarðalax sem Einar Örn forstjóri Playconu meðal annars að, ef mann sögur rétt. Og svo það Arctic Fish sem var nú meðal annars einu sinni í eigu Sigurðar G. Guðjónssonar, lögfræðings. Já. Og hann var með lítið eldi í Dýrafirði. En svo koma auðvitað stærri aðalar að þessu mörgum árum seinna þegar að Íslendingarnir voru svona búin að spreyta sig á þessu og hjá okkur þetta fyrst mjög efnaður Pólveri ásamt 2 Íslendingum sem kemur inn og tekur félagið og svo seinni stigum svona í kringu 2017 koma Norrmennir inn í þetta hjá okkur og aðeins fyrr þá Salmar inn í Arnarlax og Arnarlax og Fjarðalax saman og eru svona kannski meira þá á suðursvæðinu á Vestfjörðum á meðan við erum á norðursvæðinu og það þá líka Háafell í laxeldi sem dótturfyrirtæki HG og orðið með stórt og stöndugt fyrirtæki núna. Þannig að þetta svona 3 stór fyrirtæki á Vestfjörðum í dag. Háafellin á Ísafirði. Háafell í Ísafjarðardjúpi og þar með mjög mikla framleiðslu og þar starfa við hliðin okkur, við erum í Ísafjarðardjúpi líka. Ég segi þessa sögu vera stutta þó að þú hafnir því, en ekki hægt að halda þig fram að þetta sé svona upp úr 2010-12 sem að þetta fer að taka á sig mynd eins og við þekkjum þetta í dag. Jú, og það raun og veru ekki fyrir enn 2017 sem við setjum fyrsta lax í sjó, við höfum áður verið í regnboga og Háafell, ætli sé ekki 3 ár síðan að Háafell setjum fyrst lax í sjó. Arnarlax og forvera þess byrjað þannig í kringu 2010. En á þessu ári erum við þá þessu vestfísku fyrirtæki sennilega með útflutningsverðmæti upp á 40 milljarða af laxi. Já. Og það munur nú minna. Þú nú Ísfirðingur í grunninn, leyfi ég mér að segja, en þú hefur eiginlega, þín fyrsta aðkoma að þessum laxeldismálum þar sem þú situr hinn með við borðið. Þú kemur sem bæjarstjóri til Ísafjarðar svipað leyti 2011 í Maríett. Hvernig blasti þetta við þér þá? Svona áður við teiknum við myndina eins og við sjáum þetta í dag. Það mjög merkilegt að þegar ég kem að sem bæjarstjóri mitt upp úr kosningunum 2010 að þá laxeldi mjög lítið og í raun og veru mjög lítið að tala á Ísafirði og það fyrst og fremst þarna í Vesturbyggð, Patreksfirði og Arnarfirðinum og samgöngunar voru auðvitað bara með þeim hætti að það voru mjög lítið samskipti þarna á milli, satt best að segja. Alveg einangrunni við vetratíman. Já. Og auðvitað tókum við eftir þessu hvað var að gerast þarna og vorum auðvitað vonast til þess að það gerðist eitthvað hjá okkur. Háafell fyrir náttúrulega í 8 ára leyfisferli, reynir að koma, ég man að þeir sóttum þegar ég var bæjarstjóri sem þó var á tímabilinu 2010 til 2014 og þeir setja í raun og veru fyrsta lax í sjó fyrir 3 árum síðan sko. Þannig að þetta hefði náttúrulega getað gengið miklu hraðar ef að stjórnvöld hefðu kannski svona
veitt þessu leyfum hraðar í gegn og leyfisferlið náttúrulega alveg ótrúlega óskýrt. En það alveg rétt að þetta hefur gerst fyrst og fremst á norðanverðum Vestfjörðum síðastliðin kannski 7 ár skulum við segja og þá kannski svona 10-15 ár á suðursvæði Vestfjarða. Og þetta hefur, og það ekki ofsögum sagt, ég hef upplifað þetta sjálfur á ferðum mínum, ekki síst sunnanverðafjörðina, gjörbylt ásýnd þessara samfélaga, bara efnahagsleg staða algjörlega ósambærileg með það sem var fyrir hálfum öðrum áratug síðan. Já, og það auðvitað ekki kannski bara fiskeldinu að þakka en líka, en það auðvitað mjög mikill uppgangur hjá Kerecis og greiðlega mörgir starfsmenn þar og náttúrulega ofboðslega mikil umsvif í tengd skemmtifræðskip og náttúrulega 10-12% af tekjum Ísafjarðarbæjar eru beinar hafnatekjur af skemmtifræðskipum. Þannig að frá því að ég kem 2010 þá náttúrulega bara engin peningur til fjárfestinga, það stöðugur taprekstur og þessar 3 stoðir hafa náttúrulega bara gjörbreytt rekstri sveitafélaga og almennings á Vestfjörðum og fasteignaverði. Þannig að núna bara mjög mikil velsæld á Vestfjörðum og gengur mjög vel. En ég hef nú sagt að stundu að ríkisstjórnin og ekki þó bara heldur þessi og síðasta náðu svona einhvers konar alslemmu á Vestfjörði í skattahækkunum. Að þau hækkuðu náttúrulega skatta á skemmtifræðskipin alveg gríðarlega mikið. Og hefur fælt skipin frá hreinlega? Já, og hefur ekki góð áhrif. Svo það veiðigjaldið og svo það bara alltaf háir skattar á fiskeldi líka og hvað leyfisferlið hefur tekið lítinn tíma. Þannig að okkur finnst svona stjórnvöld ekki alveg vera kannski stíga magnin með okkur eða stíga dansinn með okkur. Þú segir að ferlið sé mjög flókið. Á sama tíma þessi starfsemi mikið gagnrýnd. Það eru stórir hópar sem að telja að þessi umsvif hafi verulega neikvæð umhverfisáhrif. Það ekki einvörðungu vegna mögulegra slysasleppinga og áhrif á laxastofninn. Það líka talað að þetta hreinlega mengi firðina vegna úrgangs frá bæði fiskinum sjálfum en ekki síður vegna fóður sem að fellur til botns án þess að fiskurinn neyti þess. Aðrir tala líka það að segja sjónræn áhrif, þessar kvíar mengi firðina sjónrænt, ekkert síður heldur en vindmyllur geti gert upp á hálendinu. Hvað segja Vestfirðingar við þessu? Trompa efnahagslegu áhrifin þessar gagnrýnisrætur eða þessar áhyggjur? Ég held að það sé náttúrulega rosalega auðvelt að fá einhverja svona peningaglíu í augun. Þú veist þegar vel gengur og vel boðið og við þekkjum náttúrulega mörg dæmi það til dæmis á Vestfjörðum þegar átt að fara að reisa þar olíuhreinsunarstöð að þá voru margir sem fóru á þann vagn. Ég held hins vegar að við höfum komið okkur upp kerfi hérna á Íslandi sem einstakt á heimsvísu þar sem að eldinu og framleiðslunni í eldinu stýrt á forsendum umhverfisins. Við erum með þessi 2 möt sem að Hafrannsóknastofnun gerir, annars vegar burðarþolsmat og hins vegar áhættumat erfðablöndunar. Og burðarþoli þá í raun og veru bara hvað nær fjörðurinn að hreinsa sig mikið, hvað nær hann taka við mikið af fóðurleifum, hvað nær hann taka við mikið af skít og svo súrefni kannski fyrst og fremst til eldisins. Og hins vegar það þá áhættumat erfðablöndunar, það sem þá bara lagt á það mat að ef við fullnýtum burðarþolið, hvaða áhrif hefur það á árnar. Og það þá þannig, í Ísafjarðardjúpi burðarþolið 30.000 tonn, en áhættumatið 12.000 tonn og þá trompar það. Af því að þá segir Hafrannsóknastofnun, heyrðu bara, ef þið farið yfir þessi 12.000 tonn af frjóum laxi, að þá höfum við áhyggjur á ánum, þannig að förum aðeins varlega. Já, 12.000 tonnin eru þakið sem að miðað við. Já, og þá getur þá alveg geldfisk eða regnbogasilung eða eitthvað slíkt. Þannig að við höfum að mínum mati komið okkur upp mjög góðu og umhverfisvænu kerfi og framleiðsluheimildina geta þá bæði hreyfst upp og niður á við ef það gengur illa hjá okkur. Varðandi svo fóðurleifar og botnsýnapröfur, þá okkur gert það að taka botnsýnapröfur bæði þegar við erum í hámarka á framleiðslu og ef að þau gildi koma illa út, þá þurfum við að taka aftur áður og setjum út seiðið aftur og ef að það kemur ekki nægilega vel út, þá fáum við ekki setja út aftur. Þannig að það náttúrulega okkar hagur, bæði að það sleppi ekki frá okkur lax og að við göngum vel umhverfið. Og ég held að allar botnsýnapröfur á Vestfjörðum og hafa bara fengið nánast hæstu engun og það hefur aldrei komið til að við þurfum að hægja á okkur í þeim efnum. Þannig að þið eru sannfærðir að þessi áhrif séu óveruleg?
Ég held að við séum vel, já, ég ætla ekki að segja þau séu óverulega, þau eru einhver, en þau eru þetta hagsmunamat sem að pólitíkin hefur náttúrulega þá bara farið í. Erum við tilbúin til þess að taka þessa áhættu, sem að orðið segja, með laxeldinu og þeirri hagseld sem í því felst og teljum við að hún sé ásættanlega með þann ávinning sem það skilar. Og ég held að svarið við þeirri spurningu sé já. En það er auðvitað með fiskeldið eins og bara það að malbika götur í Reykjavík, skilurðu, að það hefur umhverfisáhrif að malbika götur eða byggja hús eða reisa fiskverkun eða skemmtingar eða kringlu eða hvað sem það er. Það hefur allt áhrif. Þannig að við stundum fundist við lenda þannig í umræðinni að það sé gera okkur svo krafa að hafa engin áhrif. En við förum í umhverfismat og við komumst ekki í gegnum umhverfismat nema áhrifin séu metin óveruleg og afturkræf. Og ég held að ef þú tækir allar kvíar af Vestfjörðum í dag að þá sæður engin ummerki eftir 6 mánuði, bara engin. Allt horfið. Allt horfið og botnin í fínu formi og laxveiðarnar eru í fínu formi, þannig að ég samfara það að þetta eru óþarfar áhyggjur. En sjónræn áhrifin, þau eru kannski meira huglæg auðvitað, þetta eru kvíar og þær eru upplýstar, það eru þetta umsvif í tengslu við þjónustuna við þessar kvíar. Finnið þið fyrir því, til dæmis út frá ferðaþjónustuna annað, að mönnum þykir þetta orðið of svona frekt til fjörsins þarna? Það tel ég ekki. Ég tel í fyrsta lagi að því að nú starfaði ferðaþjónustu sjálfur. Það eru bara mjög margir til þess sem hafa áhuga á að fræðast um það hvað við erum að gera. Vilja koma í sláturhúsi hjá okkur, vilja fara út á kvíarnar hjá okkur. Það er auðvitað hins vegar alveg rétt að í einhverju tilvikum sérðu kvíarnar. Þú sér kvíar til dæmis allan Arnarfjörðinn og þú sér kvíar og fóðurpramma sem kannski ennþá meiri áhrif af. Víða í Ísafjarðardjúpi. En ég get þó ekki bent á annað en það að er ekki bara 2 ár síðan að Vestfirðir voru valin áhugaverðasti ferðamannastaður í heiminum af Lonely Planet, þannig að þá voru konar fullt af kvíum sko. Þannig að ég held að þetta geti alveg farið saman og ég held að allavega þeir ferðamenn sem ég hitti mjög oft hafa mjög mikinn áhuga á því bara að vita hvað er það sem þið gerið, á hverju lifið þið. Ég byrja, er það alla fisk? Og þeim finnst þetta áhugavert og þetta er ekki að trufla þau. Borða þeir eldisfiskin hjá okkur? Það er eitt af því sem er mjög leiðilegt að við erum í raun og ekki konum með neina alveg flökun og fullvinnslu afurðum á Vestfjörðum eða sem sagt á mínu svæði. Og ég myndi vilja gera miklu meira því að reyna að koma þessu bæði til ferðamannanna og eins bara inn í búðir á Íslandi og þannig að fólk gæti keypt vörun okkar. Það er algjör, ég ætla ekki að segja að sé staðreynd, en ég held að laxinn frá Vestfjörðum, ég þekki hann ekki frá Austurum, ég held að sé svipaður, ég held að það sé besta prótein sem þú getur fengið í heiminum í dag og það endurspeglast í því að við erum að fá mjög há verð fyrir afurðina okkar. Hún er mjög eftirsótt, það er meira framboð af laxi, meira eftirspurn eftir laxi heldur en framboð og það er til dæmis ástæðan fyrir því að menn eru að fara í landeldi og svo framvegis að þeir hafa ekki náð að mæta framboðinu eða mæta eftirspurninu fyrirgeru af laxi. Þannig að ég myndi ekki vilja gera miklu meira því að bjóða fólki upp á lax meðal annars á veitingastöðum á Ísafirði og víða en hann fer í of miklu mæli fluttur út heill með haus. Er þér nokkuð skotaskutin úr því að flagga þetta bara sjálfur? Nei, þetta var kannski léleg afsökun sko. Auðvitað eru eðalfiskur og oddi og fleiri að selja og kaupa gríðarlega mikið laxi og selja hann. En við seljum lax í heilum gámum, 20 tonn í senn og auðvitað eru að rísa upp fyrirtæki sem eru að bjóða þessu vöru og ég held að það komi líka bara eftir því sem að við förum að bjóða hana allar vikur ársins, það hefur ekki verið þannig fram að þessu. Ef ég fer inn á Ísafjörð á morgun, get ég ekki gengið að því sem vísu og ég get einhvers staðar keypt eldaðan eldislax? Jú, ég myndi halda að fengja það á Tjörhúsinu. Já. Það held ég. Verðum að hafa samband við þá félaga þar. Já. Það er mjög góður fiskur þar. Þegar þeir handflagga allt sjálfur sko. Já, þeir gera allt í höndunum þar. Já. Þá langar við til að færa tali kannski þessum alvarlegasta þætti, þeim þætti sem hefur vakið hvað mesta eftirtekt og bara nýlegt dæmi frá Haukadalsá. Það berast fregnir á því stórkostlega falleg laxveiði að menn telja sig verða að vara við eldislax og ekki í fyrsta sinn. Á sama tíma er tilkynnt að það hefur fundist gat á kví í ykkar eigu inn í Dýrafirði, er það ekki rétt með hjá mér?
ekki hægt að gera þá bara sjálfsögðu kröfu að það sleppi engin lax úr þessum kvíum ef að það á að heimilega þessa starfsemi eða það óskhyggja af hálfu þeirra sem ekki til þekkja? Það sannarlega það sem við erum að vinna alla daga. En við erum auðvitað meðhöndla fiskinn tiltölulega eftir. Við erum að taka hann borð í báta til þess að telja hann. Við erum að taka hann úr kvín og inn í brunnbát þegar við erum að meðhöndla hann til dæmis fyrir lús og fyrir slátrun. Og svo þetta auðvitað þannig líka að við erum í eldi á stöðum sem að hefði ekki verið hægt að vera í eldi heldur fyrir 20 árum síðan. Það bara gengur mjög mikið á og eins og til dæmis í þessu veðurfarslega, eins og til þessu heldur í þessu tilviki þar sem þetta gat kemur, höfum við grunum að selur hafi farið í og naga gat á kvinna, eða það allavega einn kenningin á þess að við getum staðfest það eitthvað. Og það auðvitað veikleikinn í eldisbúnaðinum hjá okkur að það bara einn þröskuldur milli fisksins og það að sleppi. Það bara, nótapókin einfaldur. Það eitt net. Það eitt net. Og eins og bara ef þú þekkir úr einhverjum öðrum rekstri eða bara bílnuðinum að þú ert bæði með airbag og þú ert með öryggisbelti og einhverja klessuhörni. En þarna þá einn barrier, ef maður segir það. Einn fyrirstaða. Já. Og það væri áhugavert að skoða það hvort það væri hægt að hafa 2 net, en þá ertu komin í mjög flókið að þrífa netin, það geti haft áhrif á súrefnisflæðið og svo framvegis. Þannig ég held að við stefnum að því, okkur langar að komast þangað engin fiskur sleppi, en ég held að það muni alltaf koma upp á óhöpp og ég held að það sé til dæmis eins og Matvælastofnun hefur gert núna, þegar fiskurinn orðinn yfir 4 kíló, þá ber okkur að hafa aukið eftirlit með fiskinum. Við erum alltaf að fá betri og betri myndavélar, þannig að þá getum við skoða hvernig betur á hverjum degi, neðan sem eftirlitið fer fram með köfurum eða drónum. Þannig að sko, mér langar að svara þessu bara þannig að okkur langar að það sleppi engin fiskur, en ég held að við verðum að horfast í augu það að það geti orðið slys. Og þau hafa orðið sannarlega, ekki bara hjá ykkur, heldur eins hjá Arnarlaxi og þá mjög stórfellslys, það sem að gríðarleg fjöldi fiska hefur sloppið. Já, svo það auðvitað hitt að, já, og það alveg rétt, en svo það auðvitað hitt að við höfum kannski ekki alveg, og ég held að við höfum geta tryggt að það verði ekki stórfelldar sleppingar, ég held það, og ég held að með þessum reglum til dæmis varðandi fisk sem þá að stefna í kynþroska, og við erum alveg tilbúin til þess að skoða það líka hvort við eigum að vera að fara með fiskinn yfir 6-7 kíló á þessum árstíma. Þannig að það mjög mikil áhætta þá ef hann sleppur alveg klálega og ég held að þá syndir hann beint upp í árnar, hann bara í þeim ham í staðan fyrir að synda kannski út í sjó og drepast. Og ég segi það bara líka að það ekki okkur í hag að fiskurinn syndi upp í árnar og ég skil alveg, ég hef bara fulla samúð með, eða fulla skilninga á því að veiðiréttar hafa engan áhuga á því að fá eldislax upp í árnar sína Þó að vandamælu sé kannski orðið svolítið núna að þeir þekkja hann ekki sundur, við erum með svo flottan fisk að þeir eru farin að veiða alls konar fisk og halda þessi eldisfiskur en svo kemur það í ljós að hann viltur Þannig að ég held að strókið og ef þú fer til Noregs þá eru menn ekki að horfa á strók sem stórt vandamál þegar kemur að lax og laxveiði í dag og reynda mjög áhugaverð skýrsla sem kom út nýverið í Noregi að þar var það í fyrsta sinn viðurkennt að það stangveiðimaðurinn sem stærsti áhættuþátturinn á villta-laxinn en ekki laxalús eða strók. Þá vegna þess að hann drepur hann með þessari veiða og sleppa aðferð. Já, þess að bara veiðar yfir höfuð eru stærri áhrifaþáttur fyrir laxinn heldur en lús eða eldisfiskur. Annað þessu, þú nefnir að þið sé að leitast eftir þessu, þú nefnir þennan möguleika að vera með 2 nótapoka. Þetta í vinst? Erum við að fara að sjá fram á einhverja nýjungar eða nýja aðferðafræði á komandi misserum sem að dregur enn frekar úr þessari áhættu? Já, búnaðurinn alltaf að vera betri og betri og það eru miklu betri. Við til dæmis erum á þessu ári að öll net sem við kaupum núna eru miklu sterkari heldur en voru áður. Og það eru til enn sterkari net sem eru reynda bara mjög kostnaðarsöm. Þannig að búnaðurinn alltaf vera betri og betri, sannarlega. Við erum náttúrulega og líka bara komið miklu betri myndavélabúnað. Þannig að til dæmis við sjáum í búnaðinum okkar hvað fiskurinn vex mikið á dag. Hvað hann hefur vaxið mörg grömm frá því í gær.
Við getum metið núna með gervigreind hvort hann sé að stefni í kynþroska eða ekki. Við sjáum hversu margir fiskar eru með sári á, hvort að sári sé að gróa eða ekki gróa. Þannig að það er alveg ofboðslega mikil þróun í eldisbúnaði og hann þarf að uppfylla mjög stranga staðla. En það enn og aftur bara þetta og öll strók, nánast öll strók eru út af mannlegum mistökum. Og eins og í okkar tilviki, við sáum ekki gatið. Þegar þetta gerist síðast hjá okkur, þá var ekki farið eftir ferlum og fóðudreifari dregin upp að nótapókunum og tók gat á. Þannig að ef þú fylgir ferlum, þá held ég og nærð allt starfsfólki gerir ekki mistök sem auðvitað bara misjæft eins og við erum öll, að þá held ég að við getum komist hjá stóru stróki. Það er ég samfærum. Gatið sem umræðir þessu tilviki eru 30–40 cm. Þetta er ekki stór göt. Nei. Og það er á 30 daga fresti er það ekki sem einhver ber skylda til þess að fara yfir allan pokan ef ég skil reglugerðina rétt. Dugar það til? Þarf ekki einfaldlega miklu stærra eftir þetta, þannig að ef það kemur gata þá sé þetta bregðast við því strax? Ég held að við erum með myndavélar og þeir staðir þar sem er mestar líkur á því að komi gata á, sjáum við í myndavélunum okkar og við getum skoða þá staði á hverjum degi. Svo þetta fara menn út á alla kvíar á hverjum degi og labba hring. En ég held að það sé óraunhæft að ætla að fara í, það er bara líka eitt af því sem verið að þróa, eru drónar. Og kannski verða bara drónarnir það ódýrar og þeir verið bara svo garðsláttuvelin hjá okkur út í garði, þeir fara bara af stað á morgnana og taka alla nótaveggina. Það er alls konar tækni sem verið að þróa og gæti bara verið komin innan skams. Hvað er þetta mikill fiskur sem að þið áætlið hafi sloppið í þessu tilviki? Við erum áætlað að frávikin hjá okkur eru þannig að þetta gæti hafa verið allt frá því að það var 0, sem að það var sannarlega ekki, það er hægt að fara rauk fyrir því að það komi meira upp úr kvinni heldur en við áætluðum að væri inni, upp í það að þetta gæti hafi verið kannski 200 fiskar, eitthvað svoleiðis sko. En frávikin eru bara með þeim hætti að það er ekki hægt að staðhafa neitt í því, en ég held að ef þú ferði yfir bara svona söguna sko, það sást engin fiskur í Dýrafirði, sást engin fiskur í vestfirskum ám, og mesta líkur eru á því að fiskurinn hafi sloppið þegar við vorum að slátra, þá vorum við að þrengja að fiskinum að því að þetta var á þannig stað og það var engin var við að væri fiskur að stökkva fyrir utan þegar við vorum að slátra. Þannig ég held að bendi allt til þess að þetta sé bara mjög lítið strók. Er eitthvað staðfest þarna úr Haukadals á að þetta sé fiskur, er búið að fara í þessa erfðarannsókn á þessum fiski sem að náðist? Já, það er búið að gera það og sem sagt það er mjög líklegt að hann hafi verið úr þessari kví, en það er ekki hægt að rekja beint á þessa kví af því að það fór fiskur úr þessari framleiðslulótu í fleiri kvíar. Þetta leit sannarlega mjög illa út þarna 13.–14. ágúst, þá berast tíðindi að því að menn verði varið við mikinn og stóran fisk í Haukadalsá fyrrnefndri. Það kemur maður með dróna frá Fiskistofu og hann lýsir því yfir að það séu sannlega hundruður eldislaxa að ganga upp ána. Þetta eru hamfarakennda lýsingar, en þetta reyndist ekki vera svona. Nei, og þetta var líka mjög sérstakt sko, að og þetta fer mann og mann fannst skrítið að þetta væri bara veiðast í einni á, eða það væri 100 laxar í einni á en ekkert neins staðar annar staðar. En svo þegar maður fer þetta líka bara inn á fréttir á mókanum og les fréttum þetta, að þá sé maður að það er frétt frá 4. júlí þar sem verið að tala mikla gengd núðlaxa upp í þessa á. Þannig að það er ekki eins og menn hafi ekki átt að kveikja á einhverju viðvörunarbrjöf og segja að þetta gæti verið núðlags sko. Núðlags er fyrir áhörundu, það er rússneskur og norskur lax sem var upphaflega innfluttur en er villtur í dag. Já, og ég held að þekkjum ekki alveg nægilega vel söguna, en þetta er til dæmis uppistaðan að því sem björninn veiðir í Alaska og kemur frá Rússlandi og gengur upp í árna bara annarkvært ár og er held ég bara ágætis matur þangað til að verið kynþroska. Á 8 árum, 2025. Já, og er bara risastórt vandamál í til dæmis Noregi að það bara ganga 1000 laxa upp í sumar árnar, þannig að það er alveg ástæða til þess að horfa á það þegar hann er farin að ganga hingað í þessu mæli. En aftur að þessum tíðindum þarna 13. og 14. ágúst, 100 laxa, það verður allt vitlaust, ég meina veiðiréttar hafa þarna þeir stífla ána.
Ég nú með held ég ljósmynd bara frá aðgerðum á vettvangi. Ég held fyrst að það væri verið að setja upp leiðigarða eins og í kringum Grindavík því að slíkur var aðgangurinn. Já, ég var eiginlega bara svo spenntur yfir þessu að ég ætlaði að hringi þann sem inni fyrir þá að sækja framkvæmdaleyfið. Ég hef aldrei vitað að það var rétt að fá framkvæmdaleyfið svona snöggt og enda kom það svo sem ég ljósa. Það var ekkert framkvæmdaleyfið fyrir þessu. En ég held að auðvitað verða veiðiréttar hafa bara að svara fyrir það aðgerðir sem þeir fari í og ég get alveg kannski fallist á það að það sé ástæða til eftir sleppingunni hjá okkur 23 að vera svona svolítið kvektir. En hins vegar má þó ekki gleyma því að árið eftir fer Hafrannsóknastofnun og skoðar allar þessar ár og það ár fundust 30 strókulaxar. Þar af í 16 í ár sem að við eigum, við segjaðeldisstöðin okkar í Norðurbotni og rétt við sleppinguna sem varð 2023 og í raun og veru finnast bara engin laxar í neinu laxamyndavélum, teljara myndavélum og það finnast engin laxar 2024. Þannig að þrátt fyrir það hafi orðið þetta erfiða stókan 23 að þá virðist það ekki hafa haft mikil áhrif á laxveiðarnar og einhvern veginn núna þegar þessar fréttir komast að þá, og ég vona það sé kannski lærdómur sem fólk taki að þessu, svona leifum þessu, þetta ekki bráðavandi leifum sérfræðingunum að meta þetta, þetta allt eldislax, hvaðan hann að koma, hann í mörgum ám, og vera kannski á Vaðbergi, eins og menn gera, en þessi viðbrögð þarna og sem voru svo kannski líka bara í beinni útsendingu á RÚV, þetta var auðvitað allt mjög sérstakt og fekk miklu meiri umfjöllun heldur en kannski mörg erfið mál í samfélaginu að fá og það auðvitað svolítið sérstakt og kannski erfitt að vinna undir því. Þegar þetta gert upp, einhverja tölur sá ég að það væri búið að senda inn 22 laxa. Þar væru 7 staðfestir eldisfiskar, annað væri nú sennilega villtur lax. Miðað við þessar tölur og svo þessar fullyrðingar og þessar aðgerðir, lítið þið svo á að þetta sé áróðustrið? Eru menn á einhverjum viðkvæmum tímapunkti að blása hluti upp? Það alveg klárt að það mjög mikil áráður gegn fiskeldinu og eins og Icelandic Wildlife Fund sem að náttúrulega gefið svo út fyrir það að vera náttúruverndarsamtök eru þetta ekki annað en hagsmunasamtök og eru mjög sérstætt að það sé ekki búið að úrskurða þau sem hagsmunasamtök eins og hjá umboðsmanni Alþingis þegar þau eru að veita umsagnir og annað slíkt. Og auðvitað liggur það fyrir að það yfirvofandi nýtt áhættumat þannig að það örugglega mjög mikil eftirspurn eftir vondum fréttum frá okkur hjá þessum aðilum, það ekki vafi að því, þau eru mjög vel skipulögð og mjög vel fjármögnuð líka og auðvitað það þannig að þegar fyrirtæki, og ég hef sagt það meðal annars í samtölum mínu við Íslandsstofu, þegar fyrirtæki eins og Patagonia sem risastórt alþjóðlegt fyrirtæki farið að fara í árásir á atvinnugreina á Íslandi í erlendu fjölmiðlum að þá þetta smita það ekkert bara það ekkert bara tengt við eldislax, það smitast yfir á landeldislaxin, það smitast yfir á allar sjávarauður og allt Ísland. Þannig að maður hefði haldið að það væri alveg til hjá Íslandsstofu að bregðast við þegar að fyrirtæki eins og Patagonia bara komin í beina herferð gegn Íslandi eins og ég horfa á það, ekki bara íslenska laxi. Hvað eru þeir að gera? Já, þeir hafa verið bara með auglýsingaskilti, þeir hafa flutt blaðamenn til landsins í miklu mæli, farið með á landið, þeir hafa búið til myndir, skrifa bækur, heimildamindir og eru bara aktíft á móti eldis áform okkar hér á Íslandi. Patagonia styrtaði minnst kosti bók sem að Mark Kurlansky skrifaði, svo frægi kanadíski blaðamaður rithöfundur sem heitir einfaldlega Salmon. Ég álpaðist til að lesa það bók, ég gæti ekki betur skilið niðurstöður hans öðru sem það að laxinn væri bara dýrategund sem væri hopandi af náttúrulegum orsökum, ekki síst, það væri bara einhvern veginn að hans lífsringur á jörðinu væri einhvern veginn að renna sitt skeið. Það auðvitað það sem kannski maður hefur skilning á líka hjá veiðiréttarhöfum að auðvitað það hundleiðilegt til dæmis eins og í Vatnsdalsá að selja útlenskum auðjöfrum veiði og það veiðast 180 fiskar þangað til í síðustu viku og varaðin eru auðvitað örglur og stór skemmt og stór gölluð
og að laxinu steðja náttúrulega alveg ótrúlega margar bara umhverfis áhættur og það sem þeir sem hafa haldið því fram að kannski eldislaxinn sé bara ein áhætta í viðbót sem einni áhættu og mikið. Þannig að maður getur alveg kannski tekið undir það, en ég held að ef að fólk kafar almennilega ofan í þetta, þá sér það að það ekki neinn stórvægilegur munur á viðgengni laxins í Noregi samanborið við Ísland, samt hefur ekki verið neitt eldi á Íslandi, en stórfellt eldi í Noregi og þeir hafa tvöfalda eldi sitt á síðustlunum 10-15 árum, en það er engin munur á laxveiðinni. Þannig að mér finnst þetta mjög erfitt að tengja hnignun laxastofnsins allavega við uppgang eldis þvert á móti. Ég held að það séu bara súrnun sjávar, 2 ára fiskurinn á einhverjum ástæðum kemur ekki aftur tilbaka og kannski bara ofveiði líka í ánum, ég veit ekki. Ég held að, er það full rannsakað veiða að sleppa? Ég meina, þegar við meðhöndlum fisk á haustin í kvíunum okkar, hann stressast upp við það er ekki, minni lífslíkur á hann hjá hann yfir veturinn. Þannig að ég held að við þurfum virkilega bara passa upp á laxinu okkar í ánum, bara algjörlega og því að það er fátt skemmtilegra heldur en að kasta á fisk. Ég hugsa að margur maður myndi drepast við það þurfa að sitja fyrir á jafnmörgum myndum og meðalaxinn í þessu stóru ám þegar maður rennir yfir Instagram þessa dagana, þegar veiðin í hámæli. Annað sem að mér langar til að ræða við þig sem að viðkvæmt mál, þú nefnir að veiðimenn eða veiðiréttar hafa séu hættir að þekkja fiskinn í sundur því að hann sé í svo góðu standi hjá ykkur. Við höfum á síðustu árum fengið myndir teknar af laxi, teknum úr kvíum hér á Íslandi, rétt eins og í Noregi, sem mjög illa farin af laxalús, jafnvel illa farin af þrengslum eða viðkomu við þessa nótapoka sem að þið kallið svo. Er þetta ómannúðleg meðferð á dýrum í ljósi þessar myndir? Maður rekkur við þegar maður sér það. Já, sko, ég held að sé tvennt sem voru að spyrja hana. Það annars vegar, sko, þegar fiskurinn étinn á lús og við lendum náttúrulega í hamförum hérna 2023 og það voru margar ástæður fyrir því. Lús hafði bara alls ekki verið hérna í Íslandi, þannig að við vorum illa undirbúin fyrirtækin, alls ekki með nægilega góðan búnað. Men töldu að hitastigið, lága hitastigið verði ykkur fyrir lúsin? Já, hún dræpist bara á veturnar og svo ekki, hún bara segar en það að hún hefur bara þróast og tiltölulega sterk bara inn í vorið. Þannig að við vorum bara alls ekki undirbúin fyrirtækin til þess að taka á móti svona mikilli lúságengni. Stofnanirnar voru það ekki heldur, þannig að þegar við vildum fara í meðhöndlun á lúsinni þá voru þær of lengi að svara. Og þannig að ég held að það hafi verið einstakur atburður og núna síðastliðin 2 ár höfum við haft miklu betri stjórn á lúsinni og sem dæmi að við og Arnarlax erum með skip sem heitir Ronja Strand á leigu saman og það kostar 100 milljónir á mánuði og gerir ekki neitt annað heldur en að vera til staðar til þess að meðhöndla fyrir lús. Og við erum alltaf rosalega ánægðir þegar við þurfum ekki að nota það og sem betur fyrir er það svona en við erum þá allan að kosta þessu til. Hún tekur það fiskinn borð og hreinsar lúsin af honum? Já, og þannig að fiskurinn fer í breyting á hitastíðinu meira en 8 gráður, hann hvort upp eða niður og við förum þá upp, þannig að 12 gráður heitur sjór og förum kannski með hann í 25 gráður. Við böðum hann bara í 25 gráður heitu vatni á leiðin aftur út í sjó og smúlum hann svona bara aðeins og þá dettur lúsin af og fer út í sjó. Þetta er bara eins og heitapottsferð? Svona svolítið eins og það, já. Og þetta er við sem að gera þegar við erum með kynþroska kvenlýs, það er mælikvarðinn, þegar það er orðnar að meðaltali hálf á fisk. Þannig að það er ekki þegar þetta er orðið 20 lýs eða 100. Sko. Hálf kynþroska kvenlús á fiskinum, þá meðhöndlum við fiskinn og þá tekur það byrja svona 6-8 vikur til þess að næsta ránd komi. Sko. En svona erum við náttúrulega líka með háafelli með leyserinn og Arnarlax. Þeir eru með geislabyssu sem skýtur lúsuna. Já. Á maður að trúa þessu? Og þetta virkar og er bara magnað. Við erum líka með grásleppu sem að étur lúsuna. Við getum líka gefið lyfjafóður til smáfisks sem að ræðist á lúsuna. Og svo erum við með lúsapils af því að lúsin er bara í efstu 2 metrónum í sjónum en þá minnkar náttúrulega súrefni inn í kvinna
Þannig að við erum með bara alveg heila verkfæra kistu af aðgerðum gegn lús. Lúsin ekki vandamál lengur? Jú, hún er stöðugt viðfangsefni og hún kostar okkur alveg óboðslega mikið að vinna á henni. Hitt sem þú varst að spyrja er þá illa útlítandi fiskar. Skemmdur fiskur? Já. Og það að segja að við höfum sett okkur þessi markmið að við erum með fiskinn það bil 24 mánuði sjó og við höfum það markmið þá að það drepist hjá okkur innan við 0,5% eða lifi þá af 99,5% á mánuði og það þýðir þá 10-12% í 24 mánuða eldisferli og það sem auðvitað sérstætt við laxinn að við tökum hann alla leið eins og við vorum að rækta manneskju þá ræktar hann alveg upp í nýrækt sko. En aftur á móti hænsn og grís og allt miklu styttri eldisferill. Þannig að þetta langur lífferill og það svona held ég að við getum alveg talið það eðlilegt að meðan í hrogn sem fara til sjávar 5% eða smá seiði sem fara til sjávar 5% tilbaka við erum þá að reyna að vera yfir 90% á 2 ára líftíma í sjónum. En það þetta gerist að við erum með 180.000 fiska það bil í hverri kví og það auðvitað gerist að þeir synda í kvínar eða fá sár eftir lús sem ágerast og yfirleitt þegar það komið sár á fiskana að þá koma þeir út af kvinni og við förum daglega með háf og háfum upp dauða fiska. Þannig að þá engin fiskur að þurfa að þjást lengi í kvíanum hjá okkur. Hins vegar deyr alveg fiskur. Þannig að ég held að það hafi náðst myndir af einum og einum fiski sem lítur ekki vel út að þá bara sagan þannig að í fyrra var 99% af þeim afurðum sem fóru frá okkur í hæðsta gæðaflokki. Þetta eftirsóttasti fiskur innan Mowi samstæðunar sem selur 600.000 tonn á ári og ég held að við getum bara verið rosalega og náttúrulega bara sá fiskur í það framleita prótein í heiminum sem hefur lægst kolefnisspor sko. Þannig að við getum verið rosalega stolt af laxinum okkar held ég og þetta bara rosalega flott framleiðsla og góður matur. Eitt að fiskurinn líti vel út í kæli hjá einhverju verslun út í heimi. Þetta mat á gæðunum, það líka sjónrænt út frá þessu mögulegu áverkum sem að geta verið á fiskunum? Já, og það í okkar tilviki þá, það voru 95% sem að fiskinum okkar sem voru þá bara algjörlega fullkomnir í útliti og sem eitt dæmi að þegar fiskurinn verður kynþroskaður, hann skredni og fær svona undirhöggu, þá kemst hann ekki lengur í fyrsta gæðaflokk. En svo kannski þá af hinum 5%-unum, þá getur verið kannski eitthvað svona smá sár einhver staðar eða bara þegar við erum að slægja fiskinn þá skerum við eitthvað vitlaust og þá getum við af þessum 5% gátum við breytt 95% af því í fyrsta flokks flök. Þannig að ég held að þetta segi, og þetta einstakt í heiminum, það bara, ég held að þetta við kannski fleiri íslensk eldisfyrirtæki en það norsk eða sílesk eða færesk eldisfyrirtæki ekki að ná þessum árangri í gæðum, bara alls ekki. Ég hef heyrt Vestfirðinga en líka fólk sem skeptist á starfsemin almennt segja það hætt við því að þetta sé atvinnugrein sem hafi komið hér inn með nokkrum kvelli en muni hverfa fljótt að vettvangi aftur. Erum við vissum það að þessi starfsemi sé komið til að vera og hver verða þá áhrif hennar á samfélögin bæði fyrir vestan og austan og mögulega fyrir norðan líka og svo Ísland í heild? Mér finnst þetta bara algjörlega frábær spurning og ég ætla að byrja að svara henni já af því að svo ætla ég að koma með eftirmála. Ég held að fiskeldi sé komið til að vera. En það ekki sjálfgefið. Það alls ekki sjálfgefið því að sko lax í raun og veru hrávara sem sagt inn í vinnslur og þú getur meira og minna bara keppt á kostnaði. Þú getur auðvitað eitthvað búið til einhverja sérstöðu en í lok dagsins þarftu að vinna á kostnaði. Við erum með ofboðslega stuttan glugga til þess að setja fiskinn út. Í Færeyjum til dæmis setja út fisk alla mánuði ársins því að það þarf að vera hærra en 4 gráður í sjónum. Þannig að við erum með mjög fáa mánuði þar sem fiskurinn vex vel. Laun eru há á Íslandi. Lógistikinn á markaði, við erum 3 dögum lengra frá Evrópu heldur en Noregur og Færeyjar, lengra frá allavega. Við eigum mjög góða sérstöðu á Bandaríkjamarkað þannig að við erum komið með eldri fiskinn á markaðinn. Þannig að það sem mér finnst vera svo mikilvægt núna, það að stjórnvöld geri upp við sig eitt skipti fyrir öll að við ætlum að vera í þessari grein.
og það þarf að búa greinin til umgjörð sem við getum starfað í. Og við vorum að ræða það hérna áður en fórum inn í hljóðverið áðan að síðasta ári var meðalstærð seiða hjá Arctic Fish 150 grömm. Við þurfum að komast í 1000 grömm, 1 kíló. Og það þýðir þá bara að við þurfum að framleiða 7000 tonn af seiðum á landi og Samherji í dag stærsta landeldisfyrirtæki í heimi með 3000 tonn. Þannig við erum að tala risa landeldi líka í laxinum. Og við höfum eftir að fara í ofboðslega mikið af fjárfestingum. Sem að mun verða á Vestfjörðum. Já, og seiðaeldi verður ekki endilega á Vestfjörðum. Það getur verið hvar sem og eins og staðan í dag að þá mikið framboð af seiðum frá landeldisfyrirtækjunum af því að þau eru búin að byggja seiðaeldisstöðvarnar sínar og eiga kannski eftir að klára fjárfestinguna alla leið upp í 5 kíló. Þannig ég held að það alveg ótrúlega tækifæri því að nýta til dæmis hitann í Ölfusi, Reykjanesi, Kópaskeri og ala seiði upp í kílóstærð og dýfa þeim þá kannski 8 til 12 mánuði í sjó í staðin fyrir 2 ár. Sem dregur úr umhverfisáhrifum í fjörðunum? Algjörlega, minnka líkur á sleppingum, öllu þessu og það þetta sem stjórnvöld þurfa að gera okkur kleift að gera. Eru þau ekki að gera það? Nei, ég tel ekki svo vera. Í bæði regluverki allt og sviðáseint og þá ég ekki endilega að tala um lögin, heldur bara reglugerðir. Það er til dæmis mjög erfitt að breyta leyfum eða færa til staðsetningu og svo framvegis. En svo það auðvitað líka skattarnir að nú var gjaldagi á fiskeldisgjaldinu bara síðasta föstudag og umhverfisgjaldinu í gær. Og við sjáum bara að við erum að borga 6,7% af veltunni okkar, ekki hagnaði sko. Og ég held að við varum bara mjög sáttið við það ef við náðum 7% framlegð. En við erum að borga 7% af framlegðin okkar, af veltunni okkar í eldisgjald og umhverfisgjald. Og þú veist, ef við værum að starfa á þessari stærðargráðu í Noregi eða Færeyjum, þá værum við undanþegnir eldisgjöldum. Og þetta orðin á skattsporið okkar sem útsvar og öll umsvegin, olíugjöld og hafnargjöld og tekjuskatt og allt þetta sko. Þannig að ég held að það sé alveg augljóst í mínum huga að stjórnvöld þurfa svona að leyfa greininni og þau þurfa bara að sætta sig við það. Það ekki svigrúm fyrir sértæka skatta á eldi næstu 5-10 árin og með við erum að fjárfesta. Ef við ætlum að... En hefur einhver að trúa því að þið munum mæta skilningi því? Mér sýnist nú staðan eiginlega hvort öllum atvinnugreinum frekar vera svo að það að bara skrúfuna enn fastar að... Já, ég tek undir þær áhyggjur en það sem að vekur mig þó von í hjarta að atvinnuráðherra hefur talað mjög jákvætt greinina, talar þetta sem eina vaxtarsprotunum. Mér finnst það líka jákvætt að hún virðist vera búin að ætla að fresta löggjöfinni frá haustþingi fram á vorþing sem að gefur mér þá von að hún ætla ekki að taka löggjöfina eða drögin á löggjöfinu sem Svandís Svavarsdóttir samdi fyrir okkur og kom svo í ljós korteri síðar og hún var á móti fiskeldi. Þannig að ég hef fulla trú á því að allavega mjög mikla von til þess að þau standi við þau orð sem þau hafa sagt og allir stjórnmálaflokkar sem á þingi í dag hafa lýst yfir stuðningi við eldið. En við þurfum að skipta svolítið gír í löggjöfinni úr umhverfislöggjöf yfir í atvinnulöggjöf. Bara hvernig verðum við stærri en Færeyjar, hvernig komumst við 100.000 tonn eða 200.000 tonn í fiskeldi með tilheyrandi jákvæðum áhrifum án þess að við göngum á náttúruna eða villta laxinn. Og ég held að það sé vel hægt. Við þurfum að tala miklu meira þessa atvinnugrein úr báðum áttunættar. Þakka kærlega fyrir að gefa tíma, Daniel, í þínum miklu önnum til að fara yfir þetta. Þetta var upplýsandi spjall. Og takk kærlega fyrir. Ég held að þú sért þérna að reynda fyrsti blaðamaðurinn sem að býður mér einum í viðtal. Ég alltaf með andstæðingu í hliðan á mér sem á móti eldi. Þannig að það mjög jákvætt. Það svona misjafnt hvernig ég fer að. Ætlum við verðum ekki með andstæðingin hérna næst. Góða helgi. Sömuleiðis. Það voru ekki meira á vettvangi spursmála þennan ágæta föstudaginn. Það verður eitthvað frétt úr pólitíkinni gerir ráð fyrir hér í dag út af ríkisráðsfundi og öðru fleira. Ég minni ykkur líka á bókaklúbb spursmála. Hagfræðin hnotskurn eftir Henry Hazlitt. Hún til umfjöllunar hjá okkur núna að vera á sérstöku tilboðsverði í verslunum Pennans 2.499 krónur. Hagfræði þekking mín segir mér að allir eiga að kaupa þessa bók á því verði en ekki fullu verði og efni hennar á líka erindi við okkur öll þannig að við getum betur skilið gangverk samfélagsins og svona undirliggjandi þátta þar. Ég minni ykkur líka á Instagram síðuna hjá okkur hjá Spursmálum sem vinsæl og fer vaxandi, hvet ykkur til að líta þar inn og svo það Mogga appið sem allir eiga að setja í símann til þess að geta fylgst með fréttum sem að koma hér frá miðlum Árvakurs allan sólarhringinn allt árið kring. Góða helgi.